Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í fréttir vikunar eða viðtal vikunar eftir hvernig við lítum á það þann 7. september 2024. Haustið er skollið á með tilheyrandi, eins og við köllum að stundu hér í Íslandi, jólabókaflóði. Menn að byrja að gefa út bækur. Ein þeirra bóka sem hefur komið út snemma í flóðinu er Þú ringlaði karlmaður. Hún er eftir rithöfundin Rúnar Helga Vignisson. Rúnar Helgi Vignisson er þýðandi, hann er rithöfundur, hann hefur verið ritlistarkennari við Háskóla Íslands langt skeið og hefur haft veg og vanda að þeirri námsgrein framan af í háskólanum og veit allt bækur og hvernig maður skrifar, en hér er hann að tala svolítið merkilegt mál. Hann er að tala það þegar hann lendi í tilvistarglímu í kjölfar MeToo hreyfingarinnar. Hann var alltaf að skrifa kynjamál, var alltaf svolítið á móti feminismanum eða svona, alls konar kennisetningu feminismans og annars réttrúnaðar. Skrifaði einhvern mann til dæmis fitufordóma, fekk mjög bátt fyrir, lendi í áfalli í kjölfar þeirra skrifa þegar MeToo kemur til sögunar og gat ekki lengur skrifað, gat ekki lengur gert neitt. Og hann fjall það í þessari bók og hann fjall hvað hann gerði eftir það og hvernig hann læknaði sig af áfallinu. Og þetta er áfall, ég meina hann lendi í áfalli, við tökum hann trúanlega, við ræðum þetta áfall í þessum þætti, í löngu máli, til afskaplega merkilegt viðtal, fannst mér merkilegt að tala við hennar mann, hefur marga fjörun og sopið í bókmyndamálum og í hugsun málefnis samtímans. Það er Rúnar Helgi Vignisson sem við erum að fara að tala við hérna í þessum þætti. Við nefnum það iðulega hér í upphafi hvers þáttar að í fyrsta lagi grunngildi fréttaþáttarins sem eru ást og ættjörðu og ást og sannleika sem við reynum auðvitað alltaf að hafa í heiðri í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Í öðru lagi nefni það oft í upphafi þáttar að við erum á frjálsum markaði, ólíkt öðrum fjölmiðlum sem koma þér fyrir sjónir, sem eru flestir ríkistyrktir, en líka talandi bókmyndir í listaheiminum, í akademíu. Það er allir með einum eða öðrum hætti undir náð menningarmálaráðherra komnir á endanum. En það erum við ekki hér á þessum vettvangi. Við erum í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki og reikum þessa starfsemi með þeim hætti. Eitt þeirra er Reykjavík Fótó. Það er sú verslun sem þú ættir að fara í ef að þú ert að reyna að búa til efni. Hvort sem það er hljóð, ljós eða mynd, þá er Reykjavík Fótó að fara að finna ódýra og frábæra lausn fyrir þig til þess að leysa málið þannig að gæðin séu í raun og veru fagmannleg og samt ódýr. Það er nútíminn og það er Reykjavík Fótó. Annað fyrirtæki er Þorgrímsson. Það er byggingarvöruverslun sem ég mæli með að leita til ef þú ert með rými, hvort sem það er skrifstofurými eða heima eða baðherbyggi sem þú vilt gera vistlegra, náttúrulegra, betra og vandara. Þá er Þorgrímsson staðurinn með alla panelana, gólfefnin, loftskreitinga, hljóðvistar dæmið. Það er Þorgrímsson. Ég hef aldrei komið inn í aðra eins byggingarvöruverslun þegar kemur að efnum og hlutum til þess að bæta rými. Farið Þorgrímsson. Viðtal við Rúnar Helga Vignisson. Svona flottur. Er það ekki? Eru ekki bara flottir? Ég held það fer alveg eftir í hvað þú ætlar að gera við mig. En... Já, við skulum bara fara út að Rúnar Helgi Vignisson, verður hjartanlega velkomin hérna að ritstjóra borðinu. Til hamingju og gaman að fá þig og gaman að sjá þig. Til hamingju með þessa nýju bók hinn ringlaða karlmann. Já, takk að fyrir. Tilraun til kerfis uppfærslu. Þetta er svona meðal annars tilefnið fyrir því að ég fengi hérna en auðvitað höfum við margt að ræða en sko fyrir hlustendur til þess að glögga okkur aðeins á því ef við myndum byrja á því þá held ég að væri sanngjarnt að byrja á því að velta þér aðeins lauslega fyrir okkur. Ég meina þú hefur átt núna næstu 40 ára rithöfundar afmæli þessu ári, búin að vera að skrifa og þýða og kenna eins og brjálæðingur í 40 ár og sko í þessari bók þá svona, það er að mörg að taka í henni þá ertu að þetta er svolítið sjálfa þig meðal annars og það er kannski ekki, ég lesi einhverja bækuðina að þú kannski ekki farið alveg svona gengið svona nærri sjálfu þér áður eða hvað, er það ekki rétt metið hjá mér? Allan að þá ekki, þú sett að þá í skáldskapa búning ef þú höfðu þá gert það eða hvað? Já, maður ætti kannski ekki ljóstra öllu upp það en það hefur stundum verið talað að ég hafi búið mig til hliðar sjálf í skáldsögunum og á tímabili var ég mjög upptekinn af því að rugla lesandan í rýminu þannig að hann myndi ekki almennilega átta sig á því hver væri sögupersónan og hver væri Rúnar.
og þetta var meðalans til þess að þegar síðasta bindi íslensku bókmenntasöguna var að skrifa, þá var mér ruglað saman við söguhetjuna. Já. Þannig að mér var ætluð menntun sem að söguhetjan hafði en ég ekki. Þannig að við förum saman á vit hvor annars og þessi söguhetja hefur þannig með skapað mig að vissu leyti. Já, þetta einhvers konar víxlverkandi ferli. Já, auðvitað það alltaf að þetta kemur ekki úr neinu tómi það sem maður að fjalla og skáldsagan gefur manni leyfi til að gera ákveðna hluti og svo sannsagan eins og ég kalla þessa bók og hún gefur manni leyfi til að gera aðra hluti. Já, en það svolítið áhugavert með sannsöguna og þú ert nú ritlistakennari þannig að þú ert með nefið ofan í öllum nýjustu vendingum í tilhneigingum í bókmenntalífi. Þá náttúrulega sér maður kannski á undanförnum áratugum miklar vinsældi til dæmis eins og bara einhver svona kallar eins og Karl Ove Knausgard sem svona opinbera allt sko, leggja allt á borðið ofta með mikla óánægju þeirra sem í hlut eiga og svo framvegis. Jú. Þetta svona eitthvað fyrirbæri sem hefur gert vart við sig. Já, þetta hefur verið gríðarlega vinsælt víða um lönd, kannski ekki síst í engilsaxneska heiminum. Það sem mér sagt að það sé auðveldara að fá sannsögu útgefna heldur en skáldsögu sko. Hugtakið sannsaga er tilraun okkar í ritlistinni til þess að þýða enska hugtakið creative non-fiction. Við mörg okkar vita hvað non-fiction sko, það allt sem er óskáldað, en svo ef maður setur creative fyrir framann, þá koma nýjir möguleika til sögunar og það sem sagt að breyta einhverju efni sem er sannsögulegt og jafnvel byggt á heimildum, breyta því í sögu, nýta sér aðferðir skáldsögunar eða frásagnarlistarinnar til þess að miðla efninu á aðgengilegri hátt. Oftast þá í fyrstu persónu og þessi fyrsta persóna er iðulega svona spjallkennd. Hún setur sig ekki á háan hest og hún reynir ekki mikið að fegra sig. Og ég var allan tíman í gegnum þessa bók að reyna að halda aftur af því að fegra mig. Það er eins og að því að ég sjálfur að glíma við núna við að skrifa endurminningar fyrir samstarfi annar mann, þannig ég þekki þessa fyrstu persónu, þá er eins og þessi bundið í forminu að það koma ákveðna tilhneigingar í ákveðna áttir, einfallega bara út af því að maður er að skrifa í fyrstu persónu, þú að tala að fegra sig. Maður er að tala sinn hlut, það að segja, og þá ertu ekki að fara að láta það koma illa út. Nei, það er svo erfitt að standa undir sjálfum sér og briskleikum sínum, en þetta er alveg eins og með hverja aðra frásögn. Ef að persónan er ekki brisk að einhverju leyti, sýnir ekki eitthvað laust á sér í bland við kostina, þá er hún ekki trúverðug. Nei, það er nefnilega málið. Sko, þú ringlaði karlmaður, tilraun til kerfisuppfærslu. Þetta er bók þar sem að þú talaðu að fara einmitt, af því að mikið af þessu er kannski bara einfallega svona sannsöguleg frásögn af þínum þöngum og vangaveltum í tengslu við kynjamál og annað og svo koma þarna svona innskot og ákveðnar yfirferðir þar sem að þú fer líka í æskuna og ferð í hvaðan þú kemur og þú ert frá Ísafirði, ekki? Jú. Og ekki úr Vesturbæjar menningar elítu umhverfi, heldur pabbiðinn sjómaður. Ég er ekki kúltúrbarn. Nei, þú ert ekki kúltúrbarn, eins og margir sem hérna sitja á borðið og líklega ég sjálfur einhver skilningi. Já. En sko, ég fór að velta fyrir í þessum lestri, sko, að þú ert að tala ennan upprunaðin í einmitt ekki, að vera ekki kúltúrbarn, sko. Ég velti fyrir mig, sko, að því að þú ferði ákveðna mótspyrnu við þessa ríkjandi hugmyndafræði sem byrjar að gerjast með svona mjög áþreifanlegum hætti inn í háskólasamfélaginu á 8. og 9. áratögnum, hvernig feminismin í raun og veru verður að ríkjandi hugsun. Það er alltaf merkilegt hvað hefur gerst mjög hratt á allra síðustu árum, en þetta var ennþá kannski umdeildara fyrirbæri, kannski aldamót eða svo, nú voru þetta orðið mjög óumdeilt og hin hliðin þá umdeilt, sko. En ég velti fyrir mig, sko, hvort að þessi upprunniðin utan bæjamarkana og utan elitunar, ef við lýsum því þannig, geti valdið að þú sért, sko, í einhvers konar fyrirfram mótspyrnu við einhver svona viðtekin gildi, skilur hvað ég veit, hvort þetta íti undir það að þú farir einhvern veginn á skjön. Já, ég hef nú oft velt þessu fyrir mér, sko, af hverju ég er alltaf svona mikið á skjön. Mér finnst þetta svo ólega venjulegur í grunninn, sko, en það kann vel að vera rétt hjá þér, sko.
ég hef kannski verið í menningarlífinu eins konar utangarðsmaður þó að ég sé að sumuleyti líka alveg í hjarta allavega bókmennta lífsins sem ritlistakennari og svona en ég kem með eitthvað önnur gildi og ég get ekki nýtt mér svona menningarleg tengsl. Ég er ekki með þau í farteskinu þegar ég kem suður og þekki engan í bókmenntalífinu. En ég get nú kannski ekki almennilega svara þessu sko hvað sem að verkar á mann en ég bara veit að ég vildi ekki fara veg sjávarplássins. Ég bara veit og það kom mjög snemma upp og sést strax í minni fyrstu skáldsögu sem heitir Ekkert slor og gerist í frystihúsi og þar sem sagt sögupersonan alltaf á leiðinni út úr frystihúsinu að reyna að komast út úr frystihúsinu, skrifa sig frá kannski frystihúsinu eða ég að skrifa mig frá því. Þannig en hins vegar þessi gildi sem að fylgja mér úr sjávarplássinu, þau þarna einhvers staðar samt í grunninn. Hvaða gildi heldur það sé? Vinnusemi? Já, það eitthvað og það... Lúterst vinnusemi? Já, og ég hef sem sagt alltaf borið svo gríðarlega mikla virðingu fyrir sjómönnum. Já. Og pabbi var náttúrulega sjómaður þegar ég að vaksa nú grasi fyrstu 10 árin eða svo. Og afi líka, afarnir báðu mig reyndar, sko. Og ég kynntist nú aldrei öðrum þeirra, þannig að þessi gildi þau síjast bara inn í mig nánast með móðmjólkinni. Og ég er ennþá að hugsa þegar ég sit á skrifstofunum minni í Eddu, þessu glænýja húsi núna, að stundum finnst mér ég hafa samviskubit fyrir að vera í skrifstofu sem ekki vaggar. Já. Þannig að og ég einhvern veginn alltaf að reyna... Í þægilegri innivinnu? Já, þægilegri innivinnu. Ég alltaf einhvern veginn að reyna að sanna fyrir sjálfum mér að það hlutskipti sem ég hef valið með sig þessi virði því. Já, en sko valið svo áhört orð sko að velja og sá á völina sem á kvölina og það þekkt og það tala margir félagsfræðingar og þeir sem hafa reynt að spá í spilin og velt fyrir sig krísu okkar tíma og andlegri krísu fólksins sem við erum að við erum þessar fyrstu kynslóðir sem hafa val vegna þess að þú fjalla held ég meira um það í þessari bók að þú ert líka mitt fyrsta kynslóðin sem hefur val að fara ekki á sjó. Það var ekkert til umræðu hjá öðrum kynslóðum og ég veit ekki hversu langt það og það útvarslatrið en það grundvallar breyting á mannlegu samfélagi þegar fólk hefur val og það þarna að mörguleyti segja sumir að það sé áfall sem við munum aldrei jafna okkur á að hafa valið. Já, ég veit það ekki, ég horfa á föður minn og hann segir mér að stutt síðan ég spurði hann, sko, ég spyr hann alltaf reglulega, mundur verða sjómaður aftur? Já. Svarið alltaf afgerandi nei. Já. Og hann ætlaði sér aldrei að vera sjómaður, hann langaði ekki til þess að vera sjómaður, það voru bara ekki margar leið, það var ekki mikið val í sjávarplássinu. Og ég skynja ofta ákveðna sorg í honum af því að hann hefur alveg heila sko sem að hefði sómt sér upp í háskóla. Já, og ég hef mjög verið að hugsa alltaf af minns Jóns Berþórssonar sko sem var bróðir Páls Berþórssonar veðurstofustjóra og Páll var elsti bróðurinn og þeir voru þarna í Fljótstungu í Borgarfirði og hann var sá sem var sendur til mennta og fleiri voru það ekki sko þannig að og ég held að þetta hafi sitið eftir í mörgum kynslóðum sem voru á mikið fólki af þessar kynslóð sem var á mörkunum sko að það sem að þetta val var að vera til sko. En sko í sambandi við valið, það var annað sem mér verður hugsað til í sambandi við líka þessa bók og að þú ert að fjalla þarna um kynjahlutverk og hlutverkkynina. Þar líka krísan, til dæmis í tengslu við barneignir, þetta val sko. Þegar það var ekkert annað velja en bara að vera heima og sjá börn, þá var það bara þannig. En síðan opnast allt, þannig að bæði karlinn og konan geta farið annarkvort á vinnumarkað eða verið heima. Þetta opnast allt í raun og veru og það en aftur, það ákveðið áfall sem fólk ennþá að vinna úr í sambandi við fæðingatíðni til þess núna í vestrænum samfélagum sem hefur hrunið. Þar að segja, hún sýnir að fólk hefur ekki alveg getað tekist á við þetta val en það líka bara úr mörg að velja. Lífið svo skemmtilegt, skilurðu. Pendullinn sveifla svo langt í hina áttina en það náttúrulega bara amma mín, hún eignast 16 börn. Já, það svakalegt. Já, það var ekki mikið val. Það áttfall á við það sem venjulegt núna. Það segja nú sögur að hafa fundist þarna smokkar í skúffu ekstar í Unastal þar sem að þau hjónin byggu en móður mín var 16. barnið
Já. Þannig að þetta stóð mjög tæft með mig. Hún eignast samt bara 3 börn og henni fannst það alveg nóg. Já, og það er auðvitað galdurinn við að þegar við segjum 16 börn, þetta er hrikalegt, en þú veist, hver eru örlögin og hver eru afdrifin og hver eru afleggjarnir af einu barni viðbót, hvaða 10 börn eignast það eða 5 börn eignast það og svo framvegis. Þannig að í raun og veru einmitt þessi hugsun að þetta sé erfitt og mikið er rétt, en á sama tíma er þetta líka mikil fenglegt. Þetta er mikil fenglegt eins og með afkomendur og afa í Unnastal eru nálgast 500. Já, einmitt. 500 manns, það er bara lítið þorp. Já, og það er raunverulegt framlag, sko, talandi um framlag, sko. Og, já, ég og 2 sinni. Já, talandi um framlag og arfleið, af því að núna hugsa margir arfleið sína, rithöfundum er náttúrulega andum sína arfleið, fræðimönnum, heimspekingar, það er sagt að þeir þurfi gegnast börn, þess að þeir meta sína arfleið bara þessi framlagi til fræðana, en síðan kannski á endanum er það bara afkomendur, maður veit það ekki. Þetta eru áleitnar spurningar. Sko, já, ég er fegin að ég hafði þetta val. Þú hafði þetta val. Og ég hafði líka alltaf stuðning foreldra minna. Já. Ég held að hafi orðið mjög hissa að því að mér gekk nú ágætlega í skóla þegar ég var ungur og ég held að sjávarplássið hafi búist við að ég gerði eitthvað svona virðulegt við mína hæfileika, en síðan enda ég í bókmenntum í ensku og sem var kannski meira eða miðlægara í menningunni heldur en núna. Já. Og svona ákveðin ljómi í kringu það, en eigi að síður það gaf ekkit endilega mikla virðingu í aðra hönd út í samfélaginu. Nei, það var örugglega svona flóknara. Já, það var svona einmitt bókmenntir kannski höfðu ákveðin sess ennþá í samfélaginu en voru augljóslega og hafa aldrei verið sérlega ábatasamur bransi á Íslandi og verða líklega aldrei nema, ekki svona í heildina, það er einn og einn sem það er einn og einn og það er svona jaðartilvik, sko, en hvað maður er forritin samt, sko, í kringu 1980 sem þú ert þá að velja þína leið í lífinu, sko, hvað ef maður hugsar ef maður ber þetta saman með nútíman, ég hef bara áhuga á því talandi um þessi virðingar verðu störf og þessar greina sem einhverjir fóru inn í og þú veist, hvað vildi fólk hvað var svona klísjan að fólk vildi að börnin sem gerði á þessum tíma 1980, núna er það kannski einmitt, þú veist, núna er þetta klassíska bara áfram læknir og verkfræðingur og eitthvað svona, var það bara sama eða finnst þið við hafa verið orðið einhver breyting á því eða kannski öðruvísi sjávarplássi líka? Já, ég held að læknirinn sé nú ennþá inni og ég var nú búin að skrá mig í læknisfræði þannig eftir stúdentspróf en ég hóf aldrei það nám, en ég held að fólk sé bara orðið meðvitar það núna að og kunna meta það að börnin þeirra velji sína eigin leið þar sem að fari eftir sínu eigin áhuga sviði og það sé vænlegasta leiðin til hamingjunar. Já, hitt er ekki beint sjálfbært kannski. Nei, en þetta er alls konar ábyggilega, sko, og hvernig við röðunum störfunum eftir virðingarstiga, það er náttúrulega ekki alltaf lógist í okkar samfélagi. Þú ferð inn í bókmyndunar og ferð að skrifa bækur, ferð og mentar því í bókmyndum, skrifar og þýðir, ferð svo í stundakennslu með tímanum, þið eignist ykkar börn, milli 90 og 95 býst ég við, einhvers staðar þarna, ert síðan með þau svolítið mikið heima eins og fjallar í þessari bók sem var örugglega svona enn sjaldgæfara ráðslag þá en nú jafnvel, vegna þess að þá bara einmitt voru tímandir ekki í raun og veru þetta var sjaldgæfara þá býst ég við. Já, þetta var mjög sjaldgæft. Er það ekki? Jú, mjög sjaldgæft og fólk horfði svona undrandi á mig og ég segi frá því í bókin, ég var stundum spurði hvort ég væri atvinnulaus og svona, sko. Já. Hvort mamman gæti ekki komið og sótt drengina. Þetta var skrítið einhvern veginn og mér fannst samfélagi í rauninni ekki þá tilbúið að taka móti föður. Vissi ekki alveg hvernig átt að taka móti föður í skólakerfinu og hvernig átt að tala við föður. Ég held að það hefði nú örugglega breyst heilmikið. Ég fór sem afi núna í fyrradag fyrsta skipti að sækja afastráki minna á leikskóla og mér fannst nú eins og það hefði breyst mikið viðmótið. Það verður bara búið að normalisera þetta en þetta er svolítið áhugavert, sko, að því ég var að lesa þessar lýsingar þínar á því að vera að reyna að koma ykkur í verka meðan krakkandi sofa og svona og ég er einmitt með 15 mánuða og þekki þetta mjög vel og er einmitt núna stattur í miðju svona orlofi meðan, sko, vinnu orlofi þar sem maður er svona
með marga bolta á lofti og reynir að koma einhverju í verk svona. Já, svona skrifaði ég og þýddi fyrstu bækurnar og Já. svo var maður að kenna með líka stundum á kvöldin og svona, þannig Já. að það var ótrúlega hvað maður gat gert. Já, sko, og ég held sko, og ég, þú veist, að því að við prófum að fara með hann til dagmömmu og hann var bara ekki hrifinn af því, mér fannst bara að liggja fyrir hann væri of ungur, ég bara, ég tek hann bara hérna og þú veist, það eru kannski 5 eða 6 mánuðir þá hann fer einhvert inn á leikskóla, þannig ég hugsaði sko, annarkvort sko líf mitt að fara að vera strempið núna næstu 5 mánuðin eða hans, skilur, ég þarf bara að velja á milli. Þú færði þetta allt tilbaka. Já, og ég hugsaði, þú veist, freka bara mitt þá bara flóki og ég jögla mínum boltum einhvern veginn, sko. Já. En þetta er bara svo áhugavert að spegla sig í þessum texta, sko, þetta er ennþá staðan að mörgu leyti og ég held líka, og ég held að þú hefur einhvern mann í þínum pistaskrifum farið inn á þetta svið leikskólamálun, ekki, þessa dagvistun, þú hefur hættir inn á það. Já, ég fekk nú svolítið fyrir ferðina hjá sumum þegar ég gerði það og talaði um útvistun uppeldis og ég tek það nú fram að ég hef alls ekkert á móti leikskólum og ég eiginlega því ég fylgdi nú sonum mínum upp í gegnum skólakerfi þá bar ég sko að endanum einna mesta virðingu fyrir því starfi sem var unnið á leikskólunum. Mér finnst það alveg stórkostlegt starf sem er unnið á leikskólum en ég hins vegar setti spurningamerki við hvort að þau þyrftu alltaf að vera svona lengi á leikskólunum og hvort að samfélagið gæti ekki komið betur til móts við foreldra því að það eru til kenningar í sálfræði sem að segja okkur að barnið þurfi á þessari tengslamyndun að halda fyrstu 1-2 árin. Þannig að það sé mjög mikilvægt að foreldrarnir séu hjá barninu til þess að læri að treysta öðru fólki og eiga eðlileg samskipti við annað fólk. Já. Það var það sem að fyrir mér vakti þegar ég var að reyna að skrifa þetta stuðaði. Já, og ég hef líka lent í alls konar umræðum þessi mál og þetta er mjög, sko, það er mjög áhugavert að í þessari leikskóla umræðu þar stangast allir þessi hagsmunir á, bara gagnvart leikskólanum. Þetta er í raun og veru svo áhugaverð stofnun, en þess að hún tekur utan svo mörg flókin mál í samfélaginu, í tengslu við, sko, ég sá núna nýlega þá var held ég hvort það hefði verið framkvæmdastjóri Jafnréttisfélags Íslands sem ég held að sé á fjárlögum og sé hálfgerð svona opinber pólitísk stofnun og þar var hún að tala og gagnrýna Kópavogsbæ í viðtali í Ríkisútvarpinu vegna einhverja breytingar sem Kópavogsbær hafði gert á leikskólakerfinu þar sem að held ég tíminn sem að börn fengu svona grunn dagvistun var styttur úr 8 niður í 6 tíma og svo gætt fólk borga fyrir auka 2 tíma. Þetta var sagt vera, sagði hún að væri meiri háttar og hún var stórirt og það var að tala um að þetta væri bakslag í jafnréttismálum og það er alltaf sami söngurinn, sko, að í raun og veru meiri leikskóli sé meira jafnrétti og minni leikskóli sé minni jafnrétti. Og það er svona, þú veist, það er svona grunnstefið í svona allan svona meginströms feminískur umræðu leikskólamál. Já, að því að þetta semst lendi þá á mömmunni og hún verði að draga úr sinni atvinnu þáttöku, er það ekki? Eða verði meira stress á mömmunni, þurfum við ekki bara að breyta þessu snorri? Jú, ég menna maður spyr sig, sko, þú veist, ég menna, og ég, eins og segi, ég fekk einhvern mann að baukinn fyrir að tala um það líka í einhver hlaðvarpi að ef að ég hefði kostað því að hafa slíka tekjur að við myndum geta ráðið í hvort að kona mín myndi finna líka, þá er það auðvitað óska staða. Þú veist, en þetta er í raun og veru glæpsamlegt að segja þetta, sko, í augum sumra sem ég held að sé ekki ástæða að taka alltaf mark á, en sko síðan skrifa Sæunn Kjartansdóttir auðvitað móti þessu, hún hefur náttúrulega skrifað þessa frábæri bók Árun sem engin mann, þar sem allir foreldrar eru með inn í samvisku kerfinu sínu. Hún var einmitt mín heimild þegar ég skrifaði mína grein leikskólanum. Já, og hún nálgast þetta líka úr sinni bara ákveðinu átt og er ekkert að eldast við svona einhverja dægur stemningu um hvað má segja og hvað ekki. Hún leggur bara spilin á borðinu um hvernig börnum líður. Það sem hún segir í svargrein við þessari framkvæmdastýru, þessa Jafnréttisfélags núna er einmitt þetta að þegar við erum að tala um jafnrétti þá erum við að tala um jafnrétti milli karla og kvenna en hvað þá rétt barna, sko. Og þetta er bara risa stóra erfið umræða sem hún talar svolítið í þessari bók, sko. Þannig að þú varst í þinni sérstöku stöðu. Já, þetta var auðvitað ekkit auðvelt peningalega, það var ekki komið feðraorlof þá, það er þó komið núna og ég kem líka inn á því bókinni að konur til dæmis í Bandaríkjunum sem ekki eignast börn, þær hafa núna bara mjög svipaðar ævitekjur og kallarnir. Já. En ef þær eignast börn,
félagslega kerfið ekki eins gott þar eins og hér, að þá dragast þær svolítið aftur úr. Ég veit ekki alveg tölurnar hér, en ég veit og skilst að þriðjungur kvenna að minnstakosti sé núna komið með hærri tekjur heldur en kallarnir. Já. Þannig að við erum á einhverju leið með þetta til jafnréttis þarna og ég hefði ekki viljað missa af því að vera heima með drengjum. Þetta mikið. Mér finnst þetta bara mín dýrmætasta lífsreynsla. Já. Tvímælalaust og gefa mér þann tilfinningaþroska sem ég held ég, sko, að mörgu leyti. Já, kallar hafa gott að þessu. Já, þetta bara alveg einstök tenging sem maður fær og ég hef stundum sýtt það sem kallmaður að við komumst ekki eins nálægt kviku lífsins eins og konurnar. Og ég hef stundum öfundað þær af því hvað þær eru nálægt kviku lífsins. Ef að barni vantar eitthvað þá hringt í mömmuna. Já. Sko ef að næst ekki í mömmuna þá hringt í pappan. Pappin segir eitthvað að mamman getur síðan beitt neitunarvaldi þess vegna. Hún hefur ákveðið náttúrulegt autoritet. Já, svo verðist vera, já. Já, það eitthvað við það. Sko. Og líka út af þriðju vaktinni sem að mömmurnar taka líka meira af og þessna held ég að væri mjög mikil fengur að því fyrir okkur kalla ef við þjálfuðumst betur í því að taka þátt í þriðju vaktinni af því að þá myndu börnin til dæmis leita meira til okkar og við hefðum svona sterkari sess í fjölskyldunni. Já, þetta allt sko fram og tilbaka. Ég er mjög óákveðin með hvað mér finnst margt af þessu og eins og ég finn í þessari bók, þú ferð náttúrulega í sumum hugmyndum ferðið fram og tilbaka og þú ert ekkert alveg viss hvað manni finnst og það auðvitað margt, er bara þannig í lífinu, maður hefur ekki fastmótað skoðun sko. Ég hef trú á farsælli og hagkvæmri verkaskiptingu, þar að segja ef að einhver kann vel við sig í ákveðnu hlutverki og er mjög góður í því, þá bara frábært að hann gerir það. Ef viðkomandi sáttur við það, sko. Já. En fólk þarf þá að gera það upp við sig og eiga þá hreinskiptin samtöl, jafnvel helst bara í upphafi samband sem það hvernig þeir sjá fyrir sér framtíðina. Já, einmitt, sko, en ég held að sé ekki hægt að neyða einn eða neitt til neins, það ekkert, sko, ég er ekki að tala um það að bæði eigi að fara að ganga í öll störf endilega, en það þarf að vera eitthvað samkomla það eins og ég fer inn á þarna í bókinni og að ég ákvaða endanum að fara út af heimilinu. Já. Að því að tekjur mína sem rithöfundur voru svo litlar og ég gat ekki réttlætt að fyrir sjálfum mér og börnunum að hafa þetta litla tekjur af því að þá væri ég bara eiginlega þjóðnýta konuna mína. Já. Að því tekjurnar voru það litla sem rithöfundur að þá gast ekki réttlætt það að þú færir einmitt á vinnumarkaðinn á meðan hún væri heima. Nei, eða hvað? Jú. Já, bara að ég héldi áfram að skrifa. Já. Ég gat ekki réttlætt það fyrir mér og þeim. Já. En það tók mér langan tíma að sjá það því ég held að það væri bara einhver heilagur réttur minn að elta þessa köllun mína, ef svo maður segja. Þetta viss heilmikil ástríða, aðal ástríðan kannski í mínu lífi. Já. Og það tók mér langa tíma að sjá að bara ég gat bara ekkert gert ráð fyrir því á þess að tala við minn maka að ég geti haldið áfram í svona sjálfboðaliða störfum í íslensku bókmenntalífi. Er þetta þarna sko, maður velti fyrir sér þú veist, þessum fórnum og þessum sko málamiðlunum sem fólk gerir í lífinu, sko, er það ósigur að gera málamiðlun á borð við þessa sem þú ert að lýsa, þú veist, er þér hætt við að hugsa það, þú veist, að þetta sé einhvers konar ósigur, sko? Já, maður hefur farið náttúrulega í gegnum langa kapla í lífinu, þar sem maður hefur svona velt vöngum yfir þessu og ég skrifa nú ein bókin heiti Feigðarflan og hún rithöfund sem hefur ekki náð árangri og leggur á stað allar að stytta sér aldur. Já. Þannig að það pæling sigur og tap sem að kemur út frá þessu öllu, en svo það nú oft hannig í lífi rithöfunda að það versta sem að kemur fyrir þá skaffar það besta sko. Já. Þannig að þannig að við höldum áfram að þróa okkur hérna í áttina að tilur þessar bókar. Það færði að kenna ritlist í háskólanum í kringu 2008. Já, ég ráðinn í fullstarf svona korteri fyrir hrun 2008, mitt ár. Já, og þá verður dósent eða lektor. Já, ég verður ráðinn sem lektor, það svona fyrsta fasta starfsheitið og mér ætlað sem sagt að byggja upp fullt nám í ritlist. Það hafði verið samþykkt árið áður að ritlist yrði fullgild grein til BA-prófs innan íslensku
íslensku deildarinnar. Já. Og þarna varstu búið með aldarfjórðung á Já, frjálsum markaði. Já, ég fer út á vinnumarkaðin 49 ára. Já. Ég hef stundu sagt það í gríni að ég hef snúið æfinni við. Já. Ég hef byrjað eiginlega á að fara á eftirlaun og leika mér eins og sumir leik sér í golfi og eftirlaun, þá leik ég mér að því að skrifa. Að vísu fekk ég að launað svona á annan hátt með því að ég fekk þetta starf og ýmis gæði sem að fylgdu því. Og sko ritlistinn, já, þetta það er alltaf verið að tala hversu mikið er hægt að kenna í þessu málum og fara að kenna þetta ritlist og byggja upp þessa ritlistar greinina háskólans. Hvað í svona hvað er það sem svona að því að það er líka einmitt eitthvað í því þú ert áfram að velta fyrir samfélagsmálum og ég sá einmitt í þessari bóka sko árið 2006 þá hafðirðu tekið svo djarflega til orða í einhver grein í Morgunblaðinu og lýst þér í þannig að þú væri pólitískur fangi feminismans og hann hafi á tíðum myndið óþægilega mikið á McCarthyisma og svona þannig að þú tekur sterkt til orða þarna feminisma 2006. Hvernig er það umræðu umhverfi á þeim tíma sem þú ferð inn í háskólan? Já, það er annar helmingur þarna á sem málsgrein það sem ég kem svolítið tilbaka. Já, þú kemur, að því þú segist sjálfur ekki vera í þessari dæmigjáru kallmennsku, sko. Já, einmitt maður svona þurft að fara í gegnum ákveðna hluti gagnvart feminismanum. Það ég neita því ekki að þegar mann er stilt svona svolítið upp við vegg og maður liggur eins og undir grun finnst manni að þá virkjast einhver varnar viðbrögð, ósjálfráð liggur mig að segja varnar viðbrögð í manni en þau fá mann jafnframt til þess að skoða margar hluti ef maður hleypur ekki burt frá því og ég held sko að feminismin, hvað sem ég hef sagt þarna, hann hafi mótað meira og minna allt sem ég hef skrifað. Alla bækurnar mínar held ég séu einhvers konar svörun eða undir áhrifum frá feminisman. Ég held það, af því að ég hef skrifað mjög mikið samskipti kynjanna. Alla tíð, allar bækurnar mínar koma inn á það, ef ekki allar samskipti kynjanna, þannig að það var mjög nærtækt fyrir mig að fara lengra með þetta, ef ekki ég hver þá fyrst að ég hafði helgað með þessu viðfangsefni. Já. En það sem ég finnst líka áhört, ég held á nefnir það í bókinni að þú talar hvort þú talar einhverja hvort þú talar fólki í rauðu seríunni þar sem þau geta átt og orðað einhvern veginn þannig að fólk geti átt samskipti án pólitískar hleðslu. Þetta fólk er ekki að velta fyrir sér réttindum eða réttlæti eða pólitík heldur og ég veit, kannski las ég þetta alveg skakt en ég þekki eldra fólk til þeim sem er mjög óhugmyndafræðilegt. Það er ekki feminist, það er ekki á neinum nótum í tengstu þetta heldur bara í raun og veru tært, ómengað af hugmyndastraumum nútímans ef þú hugsar út í það og þá getur fólk átt þessi... Er það hægt? Ég veit það ekki. Já, það er áleitin spurning, líklega er það ekki hægt en það er allan ekki mengað á sama hátt og ég og mínu jafnaldrar sem erum í sko, þar sem að þið persónulega verður pólitískt, það er kannski sem ég á við sko, þar sem að þið persónulega verður að einhverju svona það blandast hugmyndafræði inn í samskipti fólk sko. og það er það sem út að fjallum ég er að fjalla það, við tökum pólitíkina með okkur upp í rúm já, það hvernig við hegðum okkur heima hjá okkur og jafnvel í kynlífinu það mótast að einhverju leiti af umræðinni þarna fyrir utan það er alveg pottþétt og sko og svo nefnirðu líka í bókinni að það geti vel verið að einhver hluti af þinni andspyrnu við feminismanum framan af hafi auðvitað líka helgast af bara þinni stöðu í lífinu að þú hafi verið líka í þessu umönnulega hlutverki með börnin og svo framvegis og konan hafi verið svona meira útivinnandi. Þú nefnir allan að þessi möguleiki held ég að þetta hafi einhver áhrif hvort á annað sko. Já, ég var mjög upptekinn af því á tímabili að ég væri að mörgu leiti bara í stöðu konunnar sko. Ég var með léleg laun og ég var að vinna þetta starf sem að kannski hefur þokast meira yfir á svið kvenna í seinni tíð rithöfundastarfið og bara bókmenntalífið, menningarlífið allt sko. Þannig mér fannst á tímabili allavega að það væri einhvern veginn ekkert mikill munur á minni stöðu og stöðu kvenna sem voru að kvarta undan kallveldinu og mér fannst þá eins og ég segi í bókinni eins og ég væri ekkert að njóta þess að vera karlmaður og undirliggjandi þá að ég hefði átt að
njóta þeir skiluru. Já. Þannig að þarna var ákveðin hugsanavilla líka af minni hálfu og Já, þetta er búið að vera mjög langt ferli hjá mér og ég er búin að fara í gegnum alls konar rugl já, og ég er ekkert komin í marka Nei, ennþá. ekki komið með mark. Nei. Og mér finnst bókin heldur ekkert vera sko að gefa sig út fyrir það að vera hinn endanlega niðurstað, heldur meira bara alls ekki. einhvers Frekar að konar- opna umræðina. einhver exploration. En síðan það einmitt þetta þegar karlmaður nýtur ekki þeirra gæða sem vísaði til í umræðum feðraveldið og svo samt á hverjum degi verið að setja það framan í hann, hvað hann Já. mikið afsprengi feðraveldisins og öll hans Já. afrek séu eintóm afurð feðraveldisins og svo framvegis. Já. Þá náttúrulega ekki hætt við öðru en að hann verði mjög hugsi. Já, þetta verður mikil tókstreita og við bjögum nú í Garðabæ og það er mikið efnuð fólki í Garðabæ eða var allavega þá að nú breyst svolítið samsetningin. Og þannig að viðmiðin voru svolítið erfi sko, þegar ég var að koma með mína stráka á fótboltamót á litla Nissan Sunny bílnum Já. eða eitthvað svoleiðis og leggja honum við hliðin á þessum stóru jeppum sumra feðranna þá var erfitt að hugsa ekki sko. Ég er eitthvað svona minnipoka maður ég er ekki að ná máli hérna sko. Og sama tíma liggur maður undir sko, en mann er álasað af feminisman. Já, akkurat. Það er svolítið pirrandi að segja og þá langar þig náttúrulega að segja bara, heyrðu, sérðu bara, þetta er það sem ég er með. Það er ekki, kallmennskan er ekki að gefa meira í aðra hönd en þetta. Já, en sko, við erum náttúrulega flestir einhver stað þarna, kallarnir. Við erum sko, þó við séum kallar, þá er ekki þar með sagt að við séum allir mjög vel heppnaðir og ríkir og keyrum á stórum bílum. Lang flestir okkar verða sætta sig við að vera einhvers konar undirsátar í lífinu og hafa lítil völd. Já. Við ætlum að halda áfram hér innan stundar en nefnum það hér á meðan ég er með ykkur að á meðal samstarfs aðila fréttavíkunar er Happy Hydrate, íslenskt frumkvöðlega verkefni sem tryggir það að því að, þú ert með mismikla orku í gegnum daginn, kannski er þetta ekki bara allt spurningum að þamba mikla orkudrykki og getur, kannski þarftu að fá steinefni og það sem er í Happy Hydrate til þess að passa vökva jafnvægið í líkamannum. Ég fundi mun á mér, elska þetta dæmi, alltaf gott að fá sér Happy Hydrate og þetta er íslensk frumkvöðlastarfsemi, þannig að við elskum Happy Hydrate í þessum þætti og drekkum og það er engin lygi, það er mjög gott og ég held ég finni mun. Annað fyrirtæki er Myntkaup, það er sá staður sem ritstjórn versla við þegar hann ætlar að sýsla með rafmyntir, bitcoin eða annað eins. Þetta er örugg og einföld leið til þess að kaupa rafmyntir á Íslandi. Samþykkt af fjármálaeftirlitinu, gæti ekki verið einfaldara, gæti ekki verið þægilega, gæti ekki verið öruggara. Á þessu nýja eigna sviði sem mörgum finnst mjög spennandi. Að lokum áður við höldum áfram stutt skilaboð. Ný kynslóð Toyota CHR. Hver lína skiptir máli. Toyota, förum lengra. Já, þetta er rosalega, sko, í raun og veru er ákveðin, sko, markasetning falin í því hjá til dæmis einmitt fólki sem hefur valið sér lífsæfistarf sem er ekki mjög gjöfult, bara eins og kannski rithöfundastarfið eða annað, að þá myndast sko, það búaðu til ákveðin varnarmekanisma til þess að réttlæta sína lífsaðstæður og Nietzsche fjallar um þetta löngum áli þegar hann talar um siðferði þrælsins, að hann byrjar að hafa fyrirlitningu og andstigð á höfðingjanum og þeim aðferðum sem höfðingin beitir til að ná sínu fram, þannig að hann byrjar að segja ég er góður af því að ég er svo lítillátur og hóvær og góður, ég er svo góð manneskja, þess vegna er ég svona fátækur í raun og veru og eða þá ég er að gera eitthvað svo göfugt, ég er að skapa list eða eitthvað svona, þetta er svona áhugaverð dýnamík, en samt eins og þú segir, þegar maður mætir á fótboltamóti og þegar maður er komin í aðstæðunar og komin í samanburðin, þá er maður kannski ekki göfur í lífvera en svo að maður verði hégómlegur og eigi erfitt með þetta. Já, mér hefur alltaf langað í stóran flottan bíl. Ég verði að viðurkenna það sko. En það er ekki orðið of seint? Nei, ekkert endilega, en maður fer alltaf í gegnum, maður er alltaf að bera sig saman. Þess að segja það sko, þetta pólitíska er alltaf með manni sko, hvernig maður hegðar sér inn á heimilinu og hefur áhrif á samskipti og alla kanta og Já, sko, þú ferð að kenna og ert samt ofta pota í alls konar málum og fjallar og skrifar pistla og skrifar í blöð við og svo bara náttúrulega í þínu verkum tjáir þig, en það er svona ofta einmitt
eins og þú þekkir, það oft með einni blaðagrein getur maður valdið miklu meiri ausla en með einni bók og það kannski sjálfstætt vandamál í bókmenntalífinu að bækurnar hafa ekki þessa stöðu lengur sko, að vera að valda ausla vegna þess að það bara einfallega augasteinarnir eru annar staðar sko. En skrifar til dæmis kynjamál og feminisma, skrifar líkamsvirðingu, offitu, færið bátt fyrir, skrifar klaustursmálið, hvað þarna, og svo skrifar ég þessari bók hérna, þannig að ég gerist svo kræfur að lesa þetta. Á einhvern tímapunkti gerist það sem hún skrifar. Ég átti nokkur ár eftir í virðulega tölu þegar mér varð ljóst að ég hafði ekki lengur taugar í að tjá mig umdeild málefni. Hvötin til þess var enn til staðar en taugakerfið réð ekki við að taka viðbröðunum, sérstaklega ef þau tengdust kynjamálunum. Ég þráaðist við og setti eina færslu á Facebook síðu mína en þegar ég fekk andmæli eða andstyggilega athugasemd lokaði ég færslunum í kvíðakasti. Mátti ekki til þess hugsa að fjölmiðl kæmist í skrifin og gerði úr þeim æsifrétt á sínum forsendum með tilheyrandi skítkasti í athugasemdum. Hvað þá að konur gerðu hrópað mér. Mér leið eins og orðin væru hættuleg og að aftaka vofði yfir ef ég seldist í þau. Að lokum hætti ég að setja inn annað en tilkynningar útkomu bóka minna á greina, gerði síðuna að steindauðu kynningar málgagni fyrir rithöfundinn, þýðandann og ritstjóran Rúnar Helga. Hver sem það nú eins og óvænt spurt í bók Eiríks Arnars Nordals Einlægur Örn. Þetta þarna þetta tjáðum einhverja stöðu sem komin í sko, eftir mörg ár og þetta ekki samhengislaust sem þetta gerist. Það gerist eftir nokkur ára af ati og þú skrifaði svona við og við alls konar greinar. Hvað gerðist, getur þú lýst því fyrir mig eins og þú skrifar einhvern grein að þér þætti miður að offita væri eins útbreitt vandamál í samfélaginu og raun ber vitni og fékkst bátt fyrir, það voru margir sem voru ósamálaðir, jafnvel einhverjir nemendiðinir, samstarfsmenn og annað. Hvernig áhrif hafði það á þig? Varstu viðkvæmur fyrir því að fá svona hörð viðbrögð? Já, þetta var svona fyrsta tilraun til þess að slaufa mér. Þannig slaufunar menningin komin og ég hafði þarna uppi orð sem að sko var sennilega og persónlegt. Fór eitt orð í þessari færslu, það var bara færsla á Facebook, var sennilega of persónlegt. Þannig að fólk tók það sem sumt eins og persónlega árás. En hins vegar sko inntakið að öðru leyti ekkert frábrugðið því sem að nú verið að segja offitu og hefur verið sagt síðan. En það sem gerðist í mínu heilabúi sennilega eitthvað svona taugaáfall í kjölfarið á þessu. Og þetta fer að hafa þessi áhrif að ég verð mjög kvíðinn, bara titrandi að kvíða eins og ég lýsi þarna í bókinni og á sama tíma þá fer ég að upplifa einhver líkamlega einkenni líka sko, alltaf verið mjög hraustur alla tíð en þarna fer bara blóðþrýstingurinn allt í einu upp úr öllu valdi og þó að ég hefði ekki breytt mínum lífstíl neitt, þannig að þetta gerist svona nokkurn veginn í sömu andrá. Og þetta svona 2016, 17, 18 eitthvað svona á þessum tíma? Já. Þannig að ég hef sennilega, sko, ég var eins og þú segir, ótrúlega kjaftfór kannski stundum þegar ég lít tilbaka og hafði mjög gaman að því að tjá mig ýmislegt á krassandi hátti. Mér fannst nú reyndar oftast eins og enginn tæki eftir því, en ég sé að einhvern veginn hefur þetta borist til þín. Allavega, þegar ég var þannig að kenna í ritlistinu og byggja þetta upp, þá hafði ég mjög lítinn tíma til þess að skrifa og það var erfitt. Svo kemur Facebook til sögunar og ég segi við sjálfa mig, þú mátt skrifa eina færslu á dag á Facebook. Það nú hans mikil útgáfustarfsemi. Já, maður kannski byrja að daginn. Stutt. Já, það getur verið stutt og sumar færslurnar vöktu svo sem athygli, það ekki það, en stundum sko tekur fólk fleira eftir því þegar maður misstígur sig eitthvað eða því þykir að maður misstígur sig sko. Það getur nefnilega sko að því að fólk gerir oft lítið úr innan gæsalappaslaufinni, fólk gerir lítið úr því þegar það verður einhver svona smávælur fjölmiðlastormur, en það má ekki gera alveg lítið úr því að þegar það kemur einmitt frétt að vondakall dagsins og það er mynd á honum og hann er vondikall dagsins og það er bara svona, þú veist, og það er almennt samkomulega að þetta var vondi maður dagsins, þá að þessi vondi maður, sko,
þetta situr eftir hjá fólki sko. Myndin af vondamanninum og hann var vondimaðurinn og þá mann það oft óljóst svona býti, sagði hann ekki eitthvað vond? Jú, Samber, þú ert að brydda upp á þessu núna. Já, akkurat, þetta situr eftir. Já, þetta situr eftir, sko, þetta situr kannski eftir þarna úti hjá sumum, flest gleyma þessu held ég, en sá að þessu sem lendir í þessu gleymur þessu ekki. Nei. Ekki nema að fái heila blóðfall eða eitthvað slíkt og ég held að það hafi ekki liðið einn einasti dagur sem að ég hef ekki hugsað þetta mál síðan þetta gerðist. Já. Og þannig að þetta hefur markað allt mitt líf síðan og breytti mér líka sem höfundi. Ég fer að skoða þessi mál. Ég skrifaði grein í tímarit Máls og menningar fyrir nokkrum árum þetta og hún var líka umdeild af því að, sumt fólk heldur í fram að það sé engin raunverulegur sálarháski fólgin í þessari slaufun og hún hafi engin áhrif á tjáningafrelsið. Mér fannst líka að ég þyrfti að verja tjáningafrelsið sem prófessor í ritlist og það væri bara beinlínis mitt hlutverk og benda á þessar hliðarverkanir slaufunarinnar þar sem við erum að hluta til að leggja siðmenninguna til hliðar með því að slaufa fólki. Þannig að ég hef alltaf bent á það að þetta hefur gríðarlega áhrif á þann einstakling sem að lendir í þessu og ég held að flest okkar sé nú þannig gerða við hugsum okkar gang og nú ég semst búin að skrifa þessa bók og held að ég myndi segja að hún eigi svona rætur að einhverju leyti í þessari lífsreynslu. Já, þessari lífsreynslu 2016 það sem þú skrifar þessa stöðufærslu og það er eitthvað orðaval í henni sem var, þú myndir líklega að skrifa þetta öðruvísi í dag en það er einmitt. Mér finnst það ekki aðalmáli sko, hvaða orð voru þarna af því ég veit ekki hvort það var einhver talað eitthvað væri afskrendur og það er samt bara orð sem fullt af fólki notar sín á milli, þú veist, í prívat, skilur, og fólk talar einmitt kannski offitu af hörku prívat en ekki opinberlega, þetta gerur opinberlega og það fór mjög illa ofan í suma, en Ekki alla og margir samband líka hinn veginn Já, og ég er að segja að það er oft raunin en ég velti fyrir mér í þessari slaufunarmenningu því að þú fjallar líka það í þinni bók núna feðraveldi að sko á sinn hátt þá með því að særa fram feðraveldi í allri umræðu þá séu konur líka gefa því súrefni þar að segja sko með því að vera alltaf að tala þetta og þá gefur því vægi og sama með slaufunarmenninguna þú veist að því að ég hef sjálfur sagt ýmislegt og margir hafa verið afar ósammála því og maður hefur farið í líklega einhvers konar sambærilegar hakkavélar og þú ert að tala en ég hef reynt að hugsa mér er bara meinað starfsmíns vegna að taka þetta persónulega, ég bara neita að gera það og það er kannski ekkit á allra færi, það er ekkit allir sem einhvern veginn bara eru þannig gerðir að þeir einhvern veginn nái að aftengja eitthvað sem einhver er að segja um hann út í bæ við persónulegt sálarlíf sitt og það er bara en það er örgulega, þú veist, það er samt sama dýnamík og þú ert að tala í sambandi við feðraveldi sko. Ef maður er alltaf að tala að slaufunarmenningin sé svona áhrifamikil og stjórni öllu, þá náttúrulega mun hún stjórna öllu sko. Þannig að hversu mikið vægi gefur maður henni, skilur þú? Já, ég held að við eigum ekki að ýta undir hana, það hefur alltaf tíð verið mín stefna og mér finnst þetta sumuleyti villimennska en það er hægt að skilja stundum hvaðan þetta kemur. Það er hægt að skilja vankantar út frá þeim vankantum sem eru til dæmis á réttarkerfinu hjá okkur og við höfum verið að reyna að laga en þessar hroðalegu hlíðarverkanir eru þær að fólk þorir varla að tjá sig og fólk þorir varla að taka ákvarðanir finnst mér. Mér finnst þetta líka að hafa mikil áhrif á stjórnkerfið. Mér finnst einhvern veginn margt svona svolítið reka á reiðanum og eins og enginn þori að stíga fram og bara taka af skarið, stundum þarf það að taka af skarið og við erum öll eitthvað svo hrædd að segja eitthvað vitlaust orð og þá lendum við í hakkavélinni því að við erum öll viðkvæmar sálir, við erum hjarðdýr og það er innprentað í heilan á okkur að það sé hættulegt að vera ekki hluti af fjörðinni og þegar þeir slaufað þá þeir útskúfað og maður bara finnur það sko, hvernig andrúmsloftið breytist og ég hef líka þekkt náið annað fólk sem hefur lent í útskúfun samfélagsins og það bara ekkert grín. Nei. Sérstaklega þegar þetta beinist að manni sem einstaklingi þú kannski meira að tala þegar þetta beinist að þér sem blaðamanni frekar en sem einstaklingi
sem rithöfundur þá maður einstaklingur Já. og maður þarf að standa undir sjálfum sig. Það gríðalegt álag að vera rithöfundur og hafa ekkert á bakvið sig. Maður bara verður að standa undir sjálfum sér. Já. Þegar ég kom í háskólan þá breyttist þetta. Þá hafði ég háskólan, þá var ég partur af háskólanum einnig virtustu stofnun landsins. Já. Og það gerði þetta líka sárara þegar að viðbröðin kannski beindust að starfi mínu sem háskólakennari. Já. Og ég átti mjög erfitt með það. Það fór ekki vel í mig, ég verði að viðurkenna það. Já, það er að segja, sko, þá hefur náttúrulega fólk eitthvað annað á þig, sko, þá byrjar það að geta kippt í þræðina hjá stofnuninni sem þú vinnur hjá, sko, og fjölmiðlar þá byrjar fólk að kippa í þræðina hjá auglýsendum þeirra eða kippa í þræðina hjá þeim sem kynni þá að geta haft, sko, örlög viðkomandi í höndunum, sko. Já, og það er eitthvað svoleiðis. Og það er þannig sem dýnamíkin virkar og að mörguleyti er þetta forvitniréttan sem við lítum náttúrulega aftur til alda og hugsum, sko, hvernig gat allt þetta siðafár átt í stað, sko, þegar við stundum mjög ekkert eins, það er ekki hægt að taka hana sögulega hliðstæð og segja þetta er eins, en sambærilegt, það er hægt að bera saman marga þræði í hegðuninni, til dæmis bara því að bara í þessum galdramálum sem ég er alltaf að reyna að fá pappa minn til að fallast á líkindin af því að hann hefur fjallað mikið galdramál á 17. öld að það sem eru líkindi er þetta að það er bara nóg að klína einhver á þig, sko. Svona bara að segja eitthvað, er ekki eitthvað vafasamt með þetta hjá þessum, sko. Þú getur ekki borið af þér, það er ekki hægt í slöfunarmenningunni. Nei, og líklega ef þú reynir að byrja að bera það af þér, þá myndu gera það enn verra og svo framvegis og þá ertu raun og veru komin bara, það er bara nóg að klína. Bara svona, er ekki eitthvað vafasamt í gangi þessum bæ, er ekki eitthvað kukl, þú veist. Og það er svo forvitnilegt að þá byrja manneskjan að hugsa, heyrðu, hérna eru einhverja viðbrunabjöllur að klingja í kringum þetta hér. Ef ég vil áfram vera í hjörðinni, þá er eins gott fyrir mig að hafna þessu líka, sko, af því ég ætla ekki að vera bendlaði viðkomandi og það er náttúrulega það sem margir hafa lent í þessari slaufun er að, sko, bandamennin í hverfa, sko. Ef þetta er alvöru slaufun þá þorir enginn að standa með þér, sko. Og það er auðvitað einmitt svo afgerandi lífsreynsla að flestir koma ekki óskattaðir úr henni, sko. Nei, það er eitt af erfiðasta sem mannskepnan lendir í, sko. Já. En svo eru siðferðislega fólk sem er búið að finna út úr siðferði mannsins og bara búið að skýra þetta og allt, bara búið að fatta þetta. Það segir bara, nei, það er ekki tillitssemi til slöfunarmenning, því eru bara að fabúlera, þetta er bara við erum að, eins og einhver orðað að hækka siðferðis þröskuld samfélagsins. Þetta er bara einfallega nauðsynlegur fórnarkostnaður eða ekki einu sinni fórnarkostnaður, hann er verðskuldaður vegna þess að þetta eru ómennsk kvikindi sem eru að gera þetta, sem er tilefni til slöfunarinnar. Þú veist, hvað er þá við því að segja? Þú veist, þú ferði yfir þetta líka í bókinu. Það er siðferðislegt inntak sem er kannski réttlætanlegt einhverju leiti en hvort aðgerðirnar það vantar þarna einhvern húmanisma held ég í þetta og það er eins og þetta kemur stundum út eins og fólk stökkvi á vagnir til að slaufa öðrum og til að koma í veg fyrir að því verið slaufað sjálfu eignin, þannig að það er heilmikið hræsni í þessu og það er ekki gert ráð fyrir því að við séum öll breysk. Og ég hef stundur sagt að slaufunarmenning er fín þangað til við lendum í henni sjálf. Og það má alveg reikna með því að fólki sem er ákafast í slaufunarmenningunni núna að það verði á einhverjum öðrum stað gagnvart henni einhvern tíma seinna. Já, ég held að það sé mjög rétt að fólk getur breytt mjög hugafar sérstaklega ef það hefur einhvern veginn orðið viðskilja við tíðarandann. Já, og öðrum getur þótt eitthvað þetta fólk í framtíðinni, skilur þannig að það verði ekki talið rekast nógu vel í samfélaginu. Nei, akkurat. Því getur þessna verið slaufað fyrir að vera slaufuna sinnar í framtíðinni, en ég bara get ekki tekið undir það með þessu fólki sem að segir að þetta sé ekki neitt og þetta sé bara sama og hafi alltaf viðgengist, sko, í samfélaginu. Þetta er vissulega mjög skylt. En nú erum við bara komið áhöld sem að gera þetta, sko, miklu átaka meira og það er engin leið að sleppa undan þessu en ef þú lendir í sér hakkavél meiri hraði og bara þúsundir manna sem að geta lagst á vagnin og lagst á einstakling oft, skilur, sko, maður segir eitthvað almennt og allir leggjast á einstakling fyrir utan það að það er náttúrulega, sko, sjúkdómsmerki þegar að fólk fer að verða hrætt við að tjá sig alla mögulega hluti og tala þá. Vegna þess að við tölum hlutina til þess að þroska hugmyndir okkar hlutina. Og það er grundvallaratriði til dæmis í ritlistarkennslunni í Háskóla Íslands og hún byggir á samtali.
að tala hlutina. Það gerist eitthvað þegar við tölum hluti. Það verður til einhver bæði nýr þroski og svo fæðast nýjar hugmyndir og þær þroskast í samtalinu. Og þegar að það kemur eitthvað tregða í þetta í samfélaginu, þá erum við þess að missa af mjög miklu hugsanlega. Já, og að skapa mjög óánægilegt ástand, sko, það sem að samtaka mátturinn minni. Ég meina, þú þýtt fólknir meðal annars sem hafði mikinn áhuga á borgarastyrjöldinni sem þar geisaði vestanhafs. Já, hvernig var með svart fólk í Suðurríkjunum og þar nægði að það var í einhver grunur og þá var viðkomandi jafnvel tekinn af lífi, sértingin, skilur. Já, það sem að, einmitt, og alls konar dimensjónir í þessu, sko, en það rétt að í samtímanum árið 2024 þá verður því ekki neitað að töluverðar skoðanir og hugmyndir eru á sveimi í okkar samfélagi sem fólk kann ekki við að tjá opinberlega. Já. Og þetta tengist öllu frá bara pólitík, kynjamálum, ég veit ekki hvort að fólk, ég svo sem ég finn ekki fyrir neinum þrýstingi úr því, en til dæmis í bara loftslagsmálum, umhverfismálum, þar eru ákveðnir hlutir sem að sko, og svo lifir fólki ólíkum kreðsum, þannig að það hefur ólíka hræðslu á ólíkum sviðum, sko, þannig að þú veist, einmitt, ég get kannski átt mjög auðvelt með að segja eitthvað umhverfismál, en síðan kemur ykkur til mín sem úr annarri kreðsu og hann myndi aldrei voga sér að, sko, spyrja spurninga eða velta henni fyrir sér eða alls konar bara, og almennt stjórnmál og fólk í stjórnmálum og svona, þannig að það líkur fyrir, það einhver ótti. Já. Hefur hann alltaf verið, hann orðinn verri, þöggun í gangi, ritskoðun í gangi. Þeir sem við höfum sögulega séð treyst í gegnum tíðina til þess að takast á við þessi mál eru þá höfundarnir, þú veist. Ef við horfum á 20. öldina bara, skilurðu, þú veist, þá erum við með bara einhverja risa þarna og þeir voru pólitískir risar líka, hvort sem það voru útgefundur, blaðamenn eða rithöfundar eða skáldsagna-höfundar, ljóðskáld, álitsgjafar, síðan fjölmiðla fólk þegar þeir urðu meira áberandi. En þessar stéttir, eins og þær koma mér fyrir sjónir núna, ef við myndir hugsa blaðamannastétt, allan að þá blaðamenn sem starfa hjá þessum rótgrónu miðlum, þú veist, RÚV og Vísi og það ýmislegt umdeilt sem kemur frá Mogganum, en það ekki mikið umdeilt sem kemur frá Ríkisútvarpinu eða Vísi, þetta bara svona pólitískur réttrúnaður, meira og minna, allir að syngja í kór og svo það þarna háskólinn. Hvað þá háskólinn? Ég veit svona, mín upplifun á háskólanum, allan ég fór í gegnum íslensku nám 2017 til 2020-2021 og það ekki mikill skoðana munur milli kennara, þetta svona bara frjálslynd vinstrimennska í grunninn, sko, og svona liberal vinstrimennska. Já, ég hef kvartað það hjá fundum að við látum ekki nógu mikið til okkar taka háskólakennarar í almennri umræðu og við komum ekki inn í þessi samfélagsmál sem við höfum verið að ræða hérna nógu sterkt til þess að benda bara til dæmis á mikilvægi tjáningafrelsis. Já. Því það þarf endalaust að verja tjáningafrelsi og ég held að fólk bara átti sig ekki á því hversu dýrmætt tjáningafrelsið ekki fyrir að það tekið af fólki sko, hversu mikil áhrif það hefur bara á mann í daglegu lífi. Nei. Og hvað áhrif það hefur á heilu samfélögin, sko. Þetta eilíf barátta. Já. Fyrir tjáningafrelsinu allstaðar og við sjáum hvað gerast í heiminum. Já, víða og líka í sko rótgrónum frjálslyndum vestrænum lýðræðisríkjum, þá hef ég líka ekki þreist á að benda á að þar eru líka ýmis teikn á lofti að tjáningafrelsi sé ekki allavega, það allavega ekki eins dýrmætt í huga ákveðina stjórnmálamanna sem eru samt svona vinstri kannski menn og ættu að vera lýðræðissinnar, sko, þá er alls konar tilhneigingar í ýmsar áttir, líka frá bara fólki sem var mjög skynsamt fyrir örfáum árum, sko, að fara að segja, sko, nei, þessi tjáningar einhvern veginn hættuleg, mér finnst eitthvað að vera hatur í henni. Já. Og þegar komið svona hatur, það svona svolítið svipað á galdramálin, sko, hann fullur á hatri, þá orðin það illur að það ýmislegt hægt að réttlæta að gera við þann sem fullur á hatri, sko. Já, en ekki líklega að hatri verði til þegar umræðan svona pólariseruð eitthvað nefn og við þorum ekki að tala opinskátt hlutin og þorum ekki að nálgast þannig aðra manneskjur og til þess að ræða þetta og fáum þess ekki hitt sjónameðið einhvern veginn auglítið til auglýsið. Við felum okkur hérna bak við einhverja skjái og heyrnartól og allt það og
Sko, ég var búin að lesa upp þennan aðdraganda og þetta áfall einhverju leyti sem þú varst fyrir nokkrum árum þegar þú einhvern veginn bara mistir fótana og vissir ekki alveg hvar þú ættir að stilla þér upp. Hvernig vannstu þið út úr því og einmitt, hvernig var niðurstaðan sú að gera þessa tilraun til kerfisuppfærslu? Þú veist, hvað gerist eftir þetta áfall? Já, ég náttúrulega leitaði mér aðstofar hana og spurði mig jafnframt, reyndi að grafast fyrir ástæðurnar og mér leið illa þegar þessar MeToo-sögur var að koma fram og sérstaklega þegar þær fóru að koma fram úr mínum geira, þar að segja bæði listakeiranum og þeim akademíska og ég man bara morgun eftir að þetta kom fram úr akademíska geiranum að þá sendi ég skilaboð á mína nemendur þau úrræði sem að háskólinn hefði og reyndar hafði samband við rektor háskólans líka og spurði hvort að háskólinn myndi ekki senda frá sér einhverja yfirlýsingu þannig að ég var mjög upptekinn af þessum málum. Mér fannst svolítið erfitt að vera karlkynskennari á þessum tíma. Mínir nemendur hafa verið svona 2/3 hlutum konur og ég var svona smeykur að segja eitthvað, tjáningafrelsið aftur, segja eitthvað og það yrði uppi fótur og fiti yfir einhverju eða kenna eitthvað sem ekki mætti lengur kenna, eitthvað kall sem að þætti vera einhver kallpungur og ég var ekki búin að fara í gegnum þetta allt þá, ég kannski á öðrum stað með þetta núna. Þannig ég hugsaði með mér hvað get ég gert í þessari stöðu og niðurstaðan var bara svo að afla mér meiri þekkingar. Ég myndi vilja reyna að læra þetta tungumál kynjafræðina miklu betur. Ég held ég væri alveg með þetta eins og ég held að við þessi menntuðu kallmenn kannski við höldum ofta við séum alveg með þetta og fleiri líka en svo þegar maður fer að kynna sér þetta betur þá koma í ljós ýmis skúmaskot sem að maður hefur alls ekki kíkt inn í þannig að þetta var það sem ég gerði að ég fór í svona sálfræði vinnu og ég ákvað bara að reyna að sjá mig með þessum augum. Ég var ekki bara að lesa femínísk fræði, ég var líka að lesa kallafræði og ég byrjaði eiginlega svolítið þar. Mér langaði til þess að setja mig inn í þau og athuga hvort það væri einhver áhöld þar fyrir mig sem kallmann sem hafði samt aldrei einhvern veginn upplifað sig sem ekta kallmann og kannski á það við okkur marga því að það eru þetta margar kallmennskur og floti á sama tíma í samfélaginu. Þannig að þetta var mitt svar að fara og lesa og fara á námskeið og fyrirlestra og tala við fólki í kringum mig. Og er það þá einhvers konar svona einhver yfirlýst hugafarsbreytinga sem þú ferð og hugsar ég ætla að skoða þessa texta og þessar hugsanir og þessa hugmyndafræði með opnum hug og vera tilbúin til þess að fallast á sjónarmiðina þegar maður að lesa þá maður ýmislegt að lesa gegn því sem maður að lesa eða lesa með því maður vill fá meira af því sem maður sammála og maður vill vera á móti því sem maður ósammála og finnast það fáralegt og þegar maður að kritisera þá einhvern veginn tekur maður bútana og finnur þversagnir allstaðar og nota það sem efni við og svo framvegis. Þetta er alltaf öðruvísi lestur. Ég setti þetta svolítið til hliðar þessa tegund af lestri og ég innsetti mér bara að reyna að skilja. Það var aðalatriði í þessu að reyna að skilja hvað það væri sem vakti fyrir konunum, af hverju eru þær svona óanaðar með stöðu sína og það kom náttúrulega í ljós að það var margt sem að ég hafi ekki skilið og eins og kemur fram í þessari bók og ég fór síðan að heimfæra þetta sjónarhorn upp á mig sem kallmann og skoða mig með þessum gleraugum alveg frá barnsaldri. Það sem að ég er í faðmi feðraveldisins að vissu leyti svo sést á kápumyndinni þar sem ég stend sem smá gutti frammi fyrir áhöfn föður míns og þar sem hann er eins og hann sé rétt að mér keflið, þú ert næstur og ég fór bara að skoða þetta allt og þá kom í ljós að ég fekk nýja sýn á þetta. Mér fannst ég þroskast, mér fannst ég taka þroskaskref, mér fannst ég skilja annað fólk aðeins betur. Það sem áhugavert líka í þessu að því þú nefnir að það stöðu þinna vegna náttúrulega ákveðin léttir að geta fallist á þessi sjónarmið, þannig að umhverfið allt gegnum sírt af þessari hugsun. Þú skrifar í bókinni
ég kemst heldur ekki yfir þá tilfinningu að ég sé ekki að þessu af nógu sönnum ástæðum heldur sé ég fyrst og fremst að skrifa mig í mjúkin hjá hinum nýju valdhöfum, konum, friða sjálfa mig, grenja mig heilagan. Ég vilji fylgja sigurvegarunum en samt sé í mér viss kergja á sjálfsvorkun. Já. Þetta er þversagnakennt. Þetta er allt mjög þversagnakennt og þess vegna er bókin eins og þú segir að ég skoða marga fleti ofta málunum og ég held sko að sumum finnist í ábyggilega of hallur undir feminisman sko. Já, mér fannst það svona á köflum í þessari bók, það fannst mér mikil... Ég er ekki hissa á því sko svona, sem ég kallar farið svolítið þangað sko. Já, einhver meðvirkni eða hvernig sem við, hvaða orð sem við notum. En ég gengst líka við meðvirkni minni. Já. Ég gengst sko... Og þarna rekur mögulegar ástæði fyrir meðvirkninni eða, ég meina, við erum að tala um að maðurinn er hjarðdýr. Þú starfar í ákveðnum aðstæðum, ekki viltu vera í sko alltaf að strjúka öllum andhæris í hverju skrefi. Nei, þó það geti nú verið verðugt út af fyrir sig, en sko ég vildi vinna þessa vinnu sem að konur hafa kallað eftir lengi, að við kallarnir settum okkur almennilega inn í þessi mál og við gætum talað þau svolítið innanfrá, bara ekki staðið fyrir utan og fordæmt á þess að setja okkur almennilega inn í þessa hluti og þessi bók er vitnisburður það og ef ég skrifa aðra bók eftir 5 ár þá verð ég á allt öðrum stað og ekkit ólíklegt að ég verði ósammála sjálfum mér í einhverjum atriðum. Þetta er bara þannig bók að ég er að reyna að opna einhverja umræðu. Já, en það sem er líka svo áhugavert í þessu er sko það sem við tala sko að reyna að skilja óánægju kvenna og það er æði misjamt hve óánægðar konur eru og bara eins og fólk almennt. Fólk er bara óánægt, það er þarna stundum er það mjög pólitískt og mjög óánægt, stundum er það bara hvílir það vel í sjálfu sér. Þú talar einmitt það að amma þín eða mamma þín, hvort var það amma? Já, sem sagt þarna amma vann aldrei úti og eignaðist aldrei neitt af veraldlegum gæðum sem heiti gat, samt fannst mér hún öfugt við hér skrifandi dótturson hennar sitja vel í sjálfu sér. Það er að segja, fólk er bara æði misjafnt eins og þú gerir grein fyrir. Og þessi óánægja, það er alltaf spurningum sko hænun eða ekki, sko, hvort er óánægjan vegna óánægilegra aðstæðina eða hvort er hún hugmyndafræði sem hefur náð tökum á fólki. Það er að segja, til þess að sjá skrattan í hverju horni. Þú veist, að því að hvað breyttist í raun og veru þannig að allir fóru að hugsa að það sé einhvers konar undirleikandi óréttlætis kerfi sem við lifum við þegar enginn var að tala um það fyrir, segjum 50 árum eða 40 árum, þegar hlutinni voru jafnvel verri, sko. Þú veist, þannig að þetta var nú byrjað samt aðeins fyrir hjá konum en þá var þetta enn augljósara sko að þær voru órétti beittar. Já. Og það er svolítið skrítið að hugsa tilbaka að þessi kallar, þeir hafi ekki séð það sko að þær voru nánast þrælar. Það sko höfðu valla fjárræði og það máttu valla ferðast. Þannig að þær voru eiginlega bara rígbundnar niður í hjónabandinu og þetta var hálfgert fangelsi og langt fram eftir síðustu öld og bara maður horfir á móður sína að hún hafði nánast engar frístundir þegar ég er að alast upp bara þegar ég lít tilbaka og horfi á þetta. Við vorum auðvitað miklu fátækara samfélag þá kannski ekki alveg hægt að bera þetta saman. Nei, en þetta er alltaf spurningum örlög fólks og sko óánægju þeirra í örlögunum. Það er að segja okkar söguskoðanir auðvitað sko út frá okkar viðmiðum getum við einmitt kallað fólk þræla sko, þú veist, sagt að þetta líkist því. Sömuleiðis getum við hort á konur í íhaldssömum trúarlegum samfélögum á Mið-Austurlöndum og þær eru þekktar í baka fyrir af trúarlegum ástæðum og menningarlegum ástæðum. En ég velti fyrir hvort það sé mitt að segja að konan sé sko jafnvel kúuð. Ég meina, ég veit ekki hvort hún sé kúuð. Ég hef ekki innsýn í hennar hvernig hún réttlæti sínar aðstæður. En það er mín sýn að hún sé kúuð, skilurðu? En það er ekkert endilega hennar sýn. Þú veist, það er bara vant með farið, rétt eins og þegar við lítum tilbaka í söguna, hver var kúaður og hver var ekki. Ég meina, voru karlmennir ekki kúaður sem þurfti að fara á sjóinn, skilurðu? Og það er alltaf, þessu er alltaf mætt með því að karlmenn hafi líka haft að skýta og ég er ekki að gera það, sko. En ég er að segja, þetta er svona þetta er í einhverju skilningi anakrónískt líka þegar við erum að reyna að túlka aðstæður forfeðra okkar og segja að allt hafi verið endilega kúun eða eitthvað slíkt, auðvitað samkvæmt nútíma mælikvarða en hvort það hafi verið þannig sko. En þetta er bara hluti af umræðinni.
Já, þau voru föst í ákveðnum hlutverkum og ég hef þegar nefnt þetta með föður minn sem að einhvern veginn neyddist til þess að verða sjómaður, þannig að samfélagið það hefur alveg gríðarlega áhrif á okkur á hverjum tíma. Já. En ég held nú að það hafi mátt rétta samt kompásinn svolítið af og maður getur líka spurt sig, sko, myndu við vilja fara tilbaka? Vilt þú fara tilbaka í gamla kerfið? Og hvers myndur sakna einhvers? Myndu við sakna einhvers sem kallmenn ef við færum tilbaka í gamla kerfið? Erum við ekki glaðir að fá að njóta þess að umgangast börnin okkar meira, kynnast börnunum okkar betur, vakna til þeirra á nóttinni og þar fram eftir götunum? Erum við ekki ánægðir með þau lífsgæði sem að því fylgja og allt það sem að konur samtímans að leggja af mörkum til þess að gera samfélag okkar áhugaverðara og skemmtilegra, og það er að koma með alls konar hluti inn í samfélagi, það er að breyta lögunum fyrir okkur sem að gera samfélagi ánægilegra og auka kannski á hamingju okkar þegar uppi staðið. En það eru samt ennþá með meiri ábyrgð á heimiluna þér virðist. Allar kannanir sýna það, ef að kona fer í samband með kalli, þá er hún sjálfkrafa að taka að sér einhvers konar auka vinnu. Já. Er það réttlæti? Ég er ekki að segja að kallin eigi endilega að fara beinlínis í þau störf sem að konan vinni, en einhvern veginn þarf að rétta þetta af, finnst mér. Já, en ég velti fyrir mér, ég er bara alltaf svona nett skeptískur á það, og ég hef svo sem fjallað það líka í sambandi þess að umröðum þriðju vaktinni, sko. Ég er alltaf svolítið skeptískur á það og mér finnst eitthvað óþælt við það þegar fólk er með risastórar pólitískar herferðir, jafnvel einmitt á vegum stéttarfélaga sem að velti fyrir sig hvernig koma þau á málinu, sko, í sambandi við VFR sem bjóð til þetta þriðju vaktar fyrirbæri. Sýndist mér allan að þeir komu svo mikið í umferð og svo hafa margir tekið við keflinu og farið að fjalla þetta. Ég hef svona varan á þegar koma svona pólitísk skilaboð heimilið, hvernig heimilið á að vera, hvernig allt á að vera, hvernig kallar eru bara tölfræðilega latari eða hvernig það er. Og ég efast ekki í sekundum að það sé í mörgum tilvikum bara rétt, sko, og verðugt, en þá ræðir fólk það sín á milli, sko, en það þarf ekki einhvern veginn að taka umræðun heimilið einhvern veginn út inn í pólitíkina og ég veit ekki, það er bara svona eitthvað fyrir mig, hjá mig persónulega sem finnst eitthvað skrítið við. Ég skil þetta alveg og ég er svolítið á sama stað og hef alla tíð verið. Þegar kemur ykkur svona ein hugsun sem á að drottna, þá held ég að sé bara mjög heilbrigt líka að reyna að sjá hina hliðina. Og þess vegna hef ég líka farið að tjá mig slaufunarmenningu, af því að mér finnst þetta ekki heilbrigt ástand að einhverju hópar getur bara stýrt í hvað við segjum eða hvort við segjum eitthvað eða segjum ekki eitthvað. Nei. Það finnst mér mjög óheilbrigt og listamenn og rithöfundar eru mjög nauðsynlegir, held ég, í því samhengi öllu, og eiga helst að koma inn í þessar aðstæður og greina þær og sjá hina hliðarnar á þeim. Og var ekki einhver ráðherra í Danmörku núna nýlega til dæmis að kalla eftir því að danski rithöfundar eru óþægari? Manni finnst íslensku rithöfundar ekkert sérlega óþægir eftir aðstaf, sko. Ekki núna í seinni tíð. Ég held að þeir séu alveg undir þessari slaufunarmenningu einhvern veginn, sko, líka. Já, og þeir eru komnir undir hælinn á, sko, þessum opinberu ritlaunanefndum og það eru auðvitað risa umræða sem menn hafa velst í marga áratugi. Það er, en sko, ég tala við rithöfunda sem benda mitt á þetta. Það er engin svona enfant terrible, þú veist, það er engin Guðbergur Bergsson sem er að segja yfirgengilega hluti sem stjaka við fólki úr rithöfundastétt. Og ég kemst ekki hjá því en að draga álitun einhvers konar orsakasamhengi aðstæður þeirra í kjaramálum, að vera undir ægivald þessara nefnda og þessara úrskurðar, og ég held að Einar Kárason hafi núna verið að skrifa eitthvað þetta að þetta er einhvers konar svona umsóknarbákn, þar sem maður þarf að skrifa eitthvað með einhver ákveðnu tungutaki og lýsa verkefni með hætti sem listamönnum er ekkert ætlað að gera. Þar að segja að þú skapar þá bara endanum umhverfið þar sem enginn segir neitt, og þú veist alveg að ef þú gengur of langt í einhverja átt og ert sérstaklega ekki
einhvers konar sko ert ekki establisheraður já, þá ertu bara svo viðkvæmur að já. þú munt bara gera allt til þess að verða Það establisheraður þarna hagsmuna árekstrar hugsanlegir sem að liggja á baku og hvatarnir mögulega öfusnúnir þannig að þú veist, Já, já. hvatarnir þinn er ekki að ganga langt og íta við hlutum heldur að prófa hvatarnir þinn er einhvern veginn að sigla svona milli skips og báru og finna svona einhvers konar Já, þarna, já, ég held að sé Bara bæði hjá rithöfundum og mentamönnum Já. eins og ég sagði áðan að það er ekki hvati til þess að og ekki kannski nægilega mikil skilningur á gildi þess að fara svolítið gegn ríkjandi straumum Já. og eins og ég held að Guðbergur sko, ég hef ekki spurt ég spurði hann ekki, náði ekki að spurja hann að því en ég held að hann hafi skilið þetta já, og hafi kannski í vissum skilningi fórnað sjálfum sér á þetta altari að því að hann skildi hvað það er hættulegt þegar koma svona sterkir straumar og alltaf þröngu okkur bara í einhverja eina átt já af því það er alltaf margar hliðar á hverju máli. Já, og svo held ég að fjölmiðlarnir skipti líka miklu máli í þessu. Ég meina, ég held ég að bara verið að lesa grein á Vísi mínum gamla miðli hérna á dögunum þar sem það var verið að vinna upp úr held ég grein sem kona hafði skrifað sem titlaði sig sem formaður eða framkvæmdastjóri hagsmunafélags þolenda sem er þá bara einhvers konar samtök sem hún hefur stofnað og bara gott og vel en þá er hún að tala í langri greinum það hvað sko það með ekki gera grín að kynferðisofbeldi og rakti þarna alls konar dæmi allt frá Spaugstofinu alveg gegnum tíðina og Jóni Gnarri fóstbræðrum og ýmsu svona og hún var að tala um það væri alveg skýrt sko að það mætti ekki gera grín að þessu sko þótt að sko grín Jóns Gnarri fóstbræðrum beinist að augljóslega beinist augljóslega að nauðgurum sko það er þeir sem eru skotspónn hans gríns en það er bara hún segir þarna og tónnin í þessu er bara þannig að nei hérna má enginn grínast jafnvel þótt að sé grínast með morð og manndráp og eitthvað svona grínast með alls konar hræðilega hluti í samfélaginu en síðan skilur fjölmiðillinn og pikkar þetta upp og vísir og þessi er svona stilt fram eins og þetta sé svona hérna, þetta er eðlilegt þetta er rétt, skilur það er ekkert svona farið gegn þessu, það er ekki tekið viðtal og sagt, er þetta stenst þetta alveg, það er bara tekið þetta í skoðunin, skilur, og þetta fyrir þá til fólks og það er matað í raun og veru af þessum, það er raun og veru svona það vantar mótspyrnuna þarna líka í þessum almennu fjölmiðlum. Fjölmiðlar eru orðnir svo veikir að þeir hafa ekki einhvern veginn mannafla og svo líka eitthvað í andrúmsloftinu sem að gera það er í andrúmsloftinu og ég starfa hann inn og það er það sko. Ég hef einmitt talað um það að fjölmiðlar séu meðvirkir í slaufuna menningunni því að það er frétt þegar einhverjum er slaufað og þannig verður slaufunin ennþá stærri. Já. En þetta er bara, ég held að þetta sé vandamál og ég kem að þessu í loka orðum bókarinnar að kannski hafi umhverfið, þetta hafi ekki bara verið ég sem að þoldi ekki eða hafði og veikt kerfi heldur hafi líka verið eitthvað óheilbritt í því umhverfi sem að ég hræðist í á þessum tíma og það hafi haft bara þessi áhrif á mig sko. Já, og þá er einmitt alltaf spurning sko, hrökkva eða stökkva sko, hvernig fólk bregst við svona miklum breytingum í umhverfi sínu og hvernig fólk í raun og veru hvort að einmitt bara ákveði að laga sig að hinnum nýju drottnurum sem eru konurnar í akademíu, minna það er að mörguleiti þær að hafa tögl og haldir á mörgum sögum þótt að það séu örgulega tölfræði sem bendir til þess að í æðstu stöðum séu konur hitt og þetta held og rekir það í einhverjum köflum í þessum bókum sko, svona valda hlutföll eru Já, í bókmenntasamfélaginu eru það mjög víða í valda stofnunum og stýra flestum helstu stofnunum bókmenntasamfélagsins. Og svo er alltaf spurning, sko, það eru líka einhverjar teóriur að sko, þegar konur einmitt ná stjórn á ákveðnum sviðum að þá verði sviðin sko, áhrifaminni í samfélaginu, þú veist, samanber bara kennslustjætt eða kennarastjætt eða einhvern veginn svoleið, sko, þannig að það er spurning hvort að eitthvað slíkt sé í gangi með bókmyndalífið sko, hvort að, þú veist, ég veit ekki. Já, nei, við sjáum það kannski ekki alveg strax, en við sjáum að það sem að ég sé ef ég horfi út frá mínu námi, þessu námi sem að ég hef stýrt, þá er miklu fleiri konur sem er að koma út úr því heldur en karlarnir. Já. Og ef það er eitthvað mælikvarði á hvar við verðum í framtíðinni, þá verða miklu fleiri konur rithöfundar heldur en hvaða áhrif mun það hafa? Kallar er náttúrulega líka hættir að lesa. Það er oft sagt að þeir lesa
miklu minna heldur en konurnar og þeir kaupa minna af bókum, kannski hlusta þeir eitthvað meira, ég veit ekki, og konurnar hafa nú jafnvel vinningin það líka í hlustunni. Og örugglega enn meira einmitt í svona skáldsagna efni, sko, glæpasögur og eins. Þannig að það var nú bara sagt við mig, sko, af einu forlagi ef þetta gefa út bók eftir mig, þá hún að höfða til kvenna. Já. Kannski hefur það haft áhrif á eitthvað á nálgunna í þessari bók sem að þú ert svona hálfpartinn að kvarta undan sem ungum maður. Þú ert náttúrulega á þeim stað sem að ég var þegar ég var að skrifa þessar krassandi greinar sem að þú varst að vísa til hérna fyrir 20 árum eða eitthvað svo, sko. Það meira testosterón í þér núna heldur en í mér. Þetta líffræðilegt ástand. Þetta líffræðilegt ástand að ykkur leyti, en mér finnst líka bara eitthvað virði í því að fara inn í þennan hugmyndaheim og reyna að skilja hann, sko. Svo getur maður kannski, ég nýti nú í á stöku stað, eða kemur eitthvað svona annað sjónarhorn á stöku stað, en fyrst að reyna að skilja hann og skilja svona hvernig maður stendur í honum og hvernig horft á mann þaðan. Það held ég að sé einhversvirði og ég finna bara á viðbröðunum og ekki síður frá konum. Það kemur svolítið óvart. Það er sko gríðarlega sterk viðbröð við þessari bók og að það sé tími til komin að einhver svona bók yrði skrifuð. Já, en sko ástæðan fyrir að ég alltaf með mína fyrirvara er sko svona þeim makiavelíska sýn á hvernig völd virka í samfélaginu. Þá eru þetta bara hópar í baráttu völd og svo eru hugsjónirnar átilla. Það er að segja, þær eru alltaf bara eitthvað sem fólk segir og það finnst að hafa eitthvað að segja, að við erum að berjast fyrir réttlæti, jafnrétti, sanngirni, við erum að berjast fyrir hinn og þessu, allt fagrar hugsjónir. En hinn makiavelíska sýn segir bara ekki hlusta á neitt sem fólk segir að séu ástæður eða grundvallar hugsjónir í sinni baráttu. Prófaði bara að horfa á þetta út frá því að þau eru að reyna að sölsa undir sig völd. Og komast af í lífinu. Komast af í lífinu og komast af kjötköllunum og taka stjórn. Og þannig að ef maður lítur á femíníska baráttu þannig, þá ættu náttúrulega karlar að rísa upp á afturfótunum sem þeir hafa gert í ýmsum tilvikum og ekki kunna við það að þegar skilur, ef maður gengst við hugmyndafræðilegu forsendunum, þá náttúrulega verður maður að vera sanngjarn eins og þú ert að vera, að segja, ég skil ykkur, ég skil hvað þeir eru að segja, en hitt er að gangast ekki við að hugsa, nei, þetta er bara fylking sem vill gera út af mig og ekki að því karl heldur bara að því ég hugsa hugmyndafræðilega öðruvísi, ég hugsa ekki eins og þið. En ef við tökum það áfram að þetta sé fylking sem vill gera út af mig, hverju höfum við að tapa? Hverju höfum við að tapa? Hverju töpum við ef konum fá að njóta sín betur í samfélaginu? Hverju töpum við? Við fáum hins vegar, held ég miklu meira á móti heldur en það sem við hugsanlega töpum. Ég vil ekki líta á þetta þannig að þetta sé eitthvað sem að sé sko einhver ávinningur og tap. Mér finnst þetta ekki vera svo tvíhyggja. Heldur sé þetta bara sko sameiginlegir hagsmunir okkar allra að allir þegnar samfélagsins fái notið sín sem best og þá búum við til sem best samfélagi, sem minnsta tókstreitu í samfélaginu. Ganga okkur vel. Og svo sem mesta sköpun, af því að það var, konur auðvitað skapandi verur, það eru gríðarlega skapandi konur og fundi lausnir á öllu mögulegu í gegnum tíðina, þannig að, en við höfum ekki, fyrir kannski allra síðustu ár, verið að nýta sköpunar orku þeirra í víðara samhengi. Þannig ég held að það sé miklu meira sem við græðum. En til dæmis ef við tölum um sko þetta kynjaða mál og kynjamáli þegar fólk segir öll í stæðan fyrir allir og svo framvið sem ég hef mikið verið að reyna að varpa ljósi á hvernig virkar og hvaðan þetta er að spretta og hvað er að gerast nákvæmlega það sem mér finnst vera að því ég er að tala um þessa valdabartu ef við ætlum að taka þá sýn á hlutina sem ég er alveg sammála að sé ekkert eina sýnin en hún er eina mörgum þá hugsa ég auðvitað sko þegar fólk talar kynjamál, nota hvorugkyn það sem að öllum er það mjög ótamt í náttúrulegu máli, allir hafa alltaf bara talað einhvern veginn, það er bara þannig, allir hafa bara sagt allir og er enginn kominn, það er bara kallkyn, eru allir sammála um þetta er bara hlutlaust og hefur alltaf verið. Og síðan er einhver pólitískur hópur sem ákveður að þetta er málfræðilegt kallkyn, þá lítur þetta bara að vísa allir karla og þess vegna ætlum við að umbylta málfræðinni. Mér finnst þá pólitík
drjúpa af hverju orði í setningum fólks sem tala svona. Það að segja að þetta trufla mig það mikið þegar þú ert að tala að mér finnst allt svo pólitískt sem þú ert að segja vegna þess að ég heyri að þú ert að tala tilbúið mál. Ég heyri að þú ert það mikið og þetta er náttúrulega aðalega í ritmáli en þess að fólk hefur fæst það fært að geta tilenga sér þetta í töluðu máli svona, þannig að þetta sé alltaf en það er það sem ég myndi að gera athugasemd við ég er að lesa texta og ekki nóg með það ég er að reyna að finna út inntakið í honum heldur er hann svo drjúpandi af pólitík út af þessu málfæra því ég veit alveg þegar þú ert að skrifa setningu þá getur þú ákveðið hvernig málfræðin er og þá getur þú þetta gert svona með mjög svona deliberat hætti þetta hvorugkinn, skilur hvað við þannig að það er þessar fylkingar sko, þessi tilfinning sem ég fæ sko. Já, ég skil þetta alveg og þetta trufla náttúrulega mína máltilfinningu en ég fenn nú í gegnum þetta í bókinni svolítið að ég get alveg skilið samt hugsunna sem eru á bakveðna og mér finnst til dæmis skrítið núna að segja þegar ég er að tala heilbrigðisstarfsmenn að segja alltaf þeir. Já. Ég veit að meira á konur þarna, konur í meiri hluta í læknanámi og svona og mér finnst það bara til dæmis orðið skrítið að segja þeir og segja frekar þau yfirleitt nú í seinni tíð en það er erfitt og tungumálið sko það gefur eiginlega ekki kost á því að nota þetta í öllum aðstæðum eins og en svo má líka líta á þetta bara sem nýyrði og það er alltaf erfitt sko fyrst að tileinka sér eitthvað nýyrði og það frá að hafa pínlítið fyrir því. Talandi 5 ár, kannski verði ég 5 ár búin að gleypa, kyngja þessum andskota og þarf að fara að tala svona sko, ég veit það ekki. Já, ég veit ekki, ég held að það sé bara hollt að við förum gegnum þessa umræðu, hver sem að niðurstaðan verður og þú getur talað þína íslensku með karlkyninu, þau eru að vísa almennt og einhver annar getur notað og þannig er það nú orðið sko, en málið er samt að það er samt, þá verður þetta og það er það sem mér finnst sorglegt að þá verður íslenskan og kannski hefur hún alltaf verið þannig og kannski er það sko útópíst að ímynda sér að tungumáli geti verið pólitískt hlutlust, tungumálið er eins og í allri umræðu, bara hvort sem fólk segir fóstureyðinga, þungunarof eða bara með alls konar orðaval bara mérlangar og mýrlangar það er ákveðin sögn í því líka og segir allt þig sko, og allt segir allt þig og tungumálið er afhjúpandi það verður alltaf afhjúpandi sko. En það er bara þessi breyting sem að hefur að því að þegar annarkvort eru svona hugmyndafræðilega sannfært fólk sem notar þetta kynhlutlausa mál eða þá einhver svona einmitt svona kalla sem er að reyna að vera kamó og að hugsa, þetta er nú undirlægu háturinn þess vegna er ég alltaf að spyrja mig í bókinni hvort ég sé að þess að réttum ástæðum og þetta er mjög áhugavert hvernig þú ferð inn í þetta er mjög áhugavert hvernig þú ferð inn í þetta því að þetta er ófyrirsjánlegt en svo náttúrulega að mörguleiti er svona niðurstaðan undir lokin finnst mér svona heldur í þá átt að þú svona samþykir forsendur óvinarins eða þannig, eða svona gengst inn á Já, ég vil ekki tala óvinn fyrsta lagi. Ég veit það. Við erum öll í þessu saman og við græðum öll á og ég heldur ekki að tala óvinn sko, ég er bara, þetta er fíguratíft ég er bara að taka vitar sko ég veit það ég finnst þetta bara að vera sanngirnismál og réttlætismál að við reynum að búa til samfélag þar sem að við fáum öll að njóta okkur hvort sem er í kynja samhenginu eða einhverju öðru samhengi innflytjenda samhenginu, ég hef nú líka að skrifa greinar það fyrir löngu síðan áður nokkur að fara að hugsa það hér sko, þannig að þetta tengist nú held ég allt saman í höfundamerki það er nú ekki eins og þróunin hafi sko, eða sérst núna er að mörguleiti komin bara sko í þau máli bara komin það eru bara komin ákveðin vandamál í tengslu við innflytjendamál á Íslandi, bara það nú var að koma í ljós bara því ég reynir nú ofta að reyna að tala í þessum þætti sko það sem er að vera, ég er búin að fjalla það í vikunni að aðeins 18% innflytjenda hafa náð tökum á íslensku hér á Íslandi meðan meðaltal slíks hlutfalls í OECD-ríkjum er 60% í Ungverjalandi og í Spáni og í Portugal 80-90% hlutfall innflytjenda sem hafa náð tökum á tungumál og þetta er engin enska, það talar engin ensku og Spáni eða Portugal og Ungverjar eru með sitt einstaka tungumál og þannig að við segjum að íslenska er svo erfið, þau rök er ekki gild, það er eitthvað virkilega eitthvað mikið að í okkar samfélagi. Já, ég skrifaði nú einu sinni bók þar sem ég var að skoða hvers virði íslensk menning væri, hún heitir Strandhögg og hún einmitt hún fjallar það að vera innflytjandi einhvers staðar því að þá kristallast svona hugmyndimanns
þjóðerni þegar maður einhver staðar annar staðar, þannig að íslensk menning ekki meira virði en svo maður bara getur flutt til Ástralíu eins og ekkert sé og skilja hana eftir og tilengja sér einhver aðra menningu en ég held líka að þetta sé meira og minna nei fyrir mér en sumum finnst að ávinningurinn sé meiri þannig að heldur en því sem nemur íslenskri menningu en ég held að við sjálf oft berum ekki nógu mikla virðingu og höfum ekki nógu mikla trú á íslenskri menningu og það hugsanlega speglist inn í þetta auðvitað smáþjóð líka og þetta segir kannski líka eitthvað það hvaða hugmyndir innflytjendur þá koma með til íslenskra menningar hingað. Og einmitt ef við höfum ekki sjálfsmynd þá enginn að fara að sjá ástæðu til þess að laga sig einhverju sjálfsmynd eins og ég talaði Bandaríkin í þessu samhengi, þar var sannarlega sjálfsmynd þar vildi fólk taka þátt í þessu verkefni sem voru Bandaríkin hérna einhver svona stutt viðdvöl persónuleikalaus staður, engin menning eða þannig, ef þetta væri upplifun einhvers hvað ég að fara að setja mig inn í þetta 18% með 60% meðaltal það eitthvað grundvallar atriði sem við erum að fara með hérna hefur verið árekstur sem getur verið hollur að því leita að við förum að skoða sjálfsmynd okkar og menningu hvort hún sé þess virði að leggja það á sig að kenna útlendingum og eiginlega ætlast til að fara hálfpartinn fram á það að útlendingar tilengi sér íslenska menningu ég veit ekki hvort það réttlætanleg krafa, það alveg heimsbyggileg umræða út af fyrir sig en við erum svo sem búin að byggja upp þetta samfélag hérna og út frá íslenskunni og allt það þannig að við höfum eitthvað kannski í höndunum en það getur líka virka sem eins konar ofbeldi að ætla öðrum að fara að tala okkar mál. Já, ég skil alveg að menn gætu litið á þessum ofbeldi en þá myndi maður samt bara svara því að mér finnst þá ákveðið ofbeldi að ég sé í mínu samfélagi og mínum heimabæi neyddur til að tala erlent tungumál. Það líka ofbeldi, einhverju skilningi, það ofbeldi í allar áttir. Og við erum gerða útlendingum í okkar eigin land. Og lífið ofbeldi fullt, ég held að það sé líka bara staðan. Ofbeldi í allar áttir, ef maður ætlar að segja ofbeldi, það bara þetta ofbeldisfullt tilvera. Það samskiptamáti því miður, ofbeldi. Margt merkilegt í þessu. En að lokum, mér langaði bara rétt að spyrja þig út í þarna að því að þú ert á þessu sviði, ritlistinu og á þessu bókmenntasviði og ert að kenna fólki og hefur, eins og þú segir, þú býr í Garðabæi en ert samt að hugsa bókmenntir frá því þú vaknar og þá ferð að sofa og hefur verið að gera í 50-60 ár. Þetta kannski alveg eðlilegt viðhorf lífsins, eða ekki útbreytt, en ég meina ég deili því að mörgu leyti. Að hugsa bókmenntir allan daginn. Já, og bókmenntir og enskar bókmenntir út af þýða, þú ert að hugsa skáldskap, þetta þín ástríða í lífinu eins og þú hefur fjallað Þarna, hvernig hefur þú fundið hjá þér, og að því þú talar það margir áreistar í lífinu, það voru engin laun, það var ekki hægt að gera við þetta almennilega einhvern veginn á einhverjum tímabilum og voru vandræðir, það sem ég myndi spyrja út frá þinni reynslu og þessari reynslu að það margir sem eru í alls konar verkefnum og ekki bara bókmyndum, heldur alls konar verkefnum á öllum sviðum samfélagsins sem í einhverju sem einhverjum kann að þykja dauðadæmt, fólk spyr akkurat að þessu, það að reyna að gera eitthvað, það einhver eldmóður, hvort sem það að reyna að sækjast eftir einhverjum afreikum á sviði andans eða bara einmitt að stofna einhver fyrirtæki eða samtök eða koma einhverjum sjónarmiðum til leiðar. Hver væru hvaða lærdóma hefur þú dregið af því að vera með einhverja hugsjón og einhverja ástríðu og þurfa þá að stundum að standa vörð hana og að vera með einhverja þrautseigju. Hver er þín lexía í því efni? Já, það eru nú örugglega mjög margar og þetta hefur verið mikil rússípanna reið, satt að segja og eins og við höfum aðeins komið inn á, það ekkert það nú oft talað maður eigi að hafa drauma og elta drauma sína og ég einn af þeim sem allavega reyndi að gera það en ókosturinn við það að hafa drauma að það fylgja því þá gríðarleg vonbrigði ef að draumarnir rætast ekki. En hins vegar held ég að ég nú kannski meira draumamegin og eldmóðsmegin að maður eigi að reyna að rækta sér eldmóðin og elta eldmóðin af því að það getur komið eitthvað nýtt út úr eldmóði.
þú ert hérna að byggja upp fyrirtæki, þú ert fullur af eldmóði og þú ert að gera nýja og spennandi hluti. Ef við hefum ekki ungt fólk sem að gera þessa hluti, þá gerðist aldrei neitt nýtt og engu væri ítt áfram og það auðvitað þessi ástríða, þessi eldmóður sem að fær mann fram úr rúminu á mótnana og mann finnst eitthvað að vera mikils virði og ég ennþá þar að mér finnst bókmenntir skipta máli, finnst að skipta máli að við séum að tjá okkur og skrifa hlutina og velta þeim fyrir okkur á þennan hátt af því að það að skrifa leið til þess að hugsa, leið til þess að setja hlutina niður fyrir sér á einhvern annan hátt heldur en þegar við tölum. Þannig að það kemur út kannski einhvers konar fáuð hugsun allavega þegar það best tekst til. Það bætir svo mikið við hugsunna með maður að skrifa. Já, það er bara náttúrulega ferli út af fyrir sig og hérna, maður má helst ekki vera búin að ákveða fyrirfram hvað maður ætlar að skrifa því þá maður að neita sér sköpunar sem maður býr í ferlinu sjálfu. Maður getur fengið einhverja betri hugmyndir og þú kemur inn í þetta viðtal með einhverja hugmyndir en færð svo einhverja betri hugmyndir út frá spjallinu sjálfu. Þannig að þú vilt ekki ríghalda því við planið sem þú varst endilega búin að gera heldur fylgja samhenginu. En svo er maður náttúrulega í þeirri stöðu núna að bókmenntir eru komnar á allt annan stað og líka íslensk tunga, það sem að ég hef lifað fyrir alla mína tíð og barist fyrir og reynt að ýta áfram með öllum mínum tólum. Og það er ekki auðvelt að horfa upp á það. Auðvitað lenda alla kynslóðir í því að eitthvað breytist og eitthvað verður úrelt. En þarna finnst mér vera svo stórir hlutir og mikilvægir sem að eigendur högg að sækja eins og íslensk tunga og bókmenntirnar. Reyndar held ég að sagan muni alltaf blífa í einhverju formi. Það verður alltaf sagðar sögur. Það er bara þannig sem við tölum saman. Hvort sem það er á TikTok eða í 500 blaðsíðna bók. Já, einmitt, hún hliðrast bara einhvern veginn en ég held að við myndum tapa einhverju úr menningu okkar ef við hættum að skrifa, hættum að hugsa með því móti. Já. Þetta er hérna. Já, þetta eru varnaðar orð en ég held að við getum ekki annað og það er líklega ekki ástæðan annars en að halda í bjartsýni á einhverjum sviðum gagnvart þessari þróun. Ég held að fólk er alveg að neita mikils texta yfir daginn. Það þarf að koma bókunum og sögunum og það er að skrifa allan daginn það er að skrifa inn í allan daginn og það er ekki breytt en formið er að breytast og það þarf þá að halda í einhverja eðlisþætti þessa forms og reyna að flytja það yfir í ný form, þar að segja bara eins og gervigreindar módel. Ég væri auðvitað til í að geta tekið þessa bók og bara fleygt henni inn í módel, þannig ég geti spurt hana út í meira, hvað stendur meira hérna, eða manstu, ég var að lesa eitthvað hér þetta, það er alls konar svona nýjar leiðir til þess að gleypa í sér efni. Og þú getur látið gervigreindin að skrifa bara svona bók út frá þínum forsendum. Og ég er með texta frá mér stundum og ef þetta er svona almennt efni, kannski líka sem hefur svona erlenda skírskotun en er ekki bara alveg innlent og kannski ekki einhverja sýslumenn á 19. öld, þú veist, ef þetta er ekki svona sértækt íslenskt, þá eru sjálfvirku þýðingarnar úr íslensku yfir í ensku orðnar bara rosalega góðar, og ég held að þér finnst ekkert gaman að heyra þetta en enga síður, maður er mjög hugsi. Já, ég kenni líka þýðingar. Þú kennir þýðingar og hefur þýtt og þýtt en verðum átt okkur á því að Sam Altman sem er yfir OpenAI sem er ChatGPT 4 og sem er svona fremsta módelið tungumála líkanið sem við höfum, hann segir hann skammi sín fyrir það hvað er lélegt. Það er að segja, þú veist. Þannig að þetta er svona you ain't seen nothing yet, augnablik, þú veist. Já, en ég líti á þetta núna sem hjálpartæki. Ég er ekki það íhaldssumur, ég vilja ekki ný tæki. Ég var mjög glaður þegar ég fekk orðabækur á neti, hérna voru dottnar úr bandinu og allt það og það er vissulega hægt að nýta þetta í sköpun. Ég held það, en það verður þetta mannlega og mannlegu tilfinningar. Það er hljóta nú að einhvern nátt að blífa. En ég myndi segja að vera mörguleiti, ok, ef maður er að skrifa texta og maður fer í samheita orðabók og finnur samheiti í samheita orðabókinni yfir eitthvað orð sem maður ætlaði að nota með eitthvað og maður hefur ekki alveg tök á að nota þetta orð. Þetta orð er ekki samheiti í þessu samhengi. Það er fínt orð, en það er ekki samheiti og það er bara, og þú hefur kannski aldrei séð áður en fyrst að sniðut og hendir inn í textan. Þetta er svona menntaskóla mistök, þetta er eitthvað sem maður gerir ekki, þú notar ekki orð sem þeir eru ekki töm, þú ert ekki búin að skilja í hvaða samhengi þau eru notuð og svo framvegis.
þetta heitir svona ofur trú á orðabókina. Það er að segja orðabókina, hún hjálpartæki, það er að nota hann í blindni. Þú ert að nota þetta með mjög röngum hætti. Þú mátt leita að innblæstri þarna, þú mátt leita að stuðningi, en þú flytur ekki þitt hlutverk sem er að velja orðin til orðabókarinnar. Þú notar þessu stuðning. Orðabókin hefur ekki mína máltilfinningu. Nei, og þú ert ritstjóri efnisins, þú verður að bera ábyrgð á því. Þannig að það er að mörguleiti þannig sem við notum gervigreindina og munum nota gervigreindina. Við notum hana sem alls konar hjálpartæki, bara rétt eins og orðabók, hvernig maður að fá aðföng og við að sér efni og skipuleggja og annað eins, og svo er maður auðvitað ábyrgur fyrir að loka textanum, sko. Þannig að það er raun og veru. En ég er farin að nýta hana til dæmis til þess að þýða Fóknir. Ég er að reyna að þýða inn á bóki viðbót eftir Fóknir og ég stundum er þetta þýða Absalom? Já, með svona meðfram það gengi mjög hægt að mörg verkefni á borðinu, en stundum koma málsgreinar sem er mjög erfitt að skilja og ég spyr gervigreindina og stundum oftast eiginlega bara koma mjög greindaleg svör sem að ég get alveg séð, en kannski, ég veit ekki, kannski er hún stundum að leiða mig, það kann að vera. En rétt eins og annað efni í gegnum tíðina hefur afvegar. Léleg grein hér og það, léleg grein í dagblæði, afleiðarlega. Á endanum verður maður alltaf að taka ábyrgð bara sjálfur og nota sína dómgreind á endanum. Já, þannig að þetta er og ég er sammála, maður er að skrifa eitthvað, maður segir, getur ekki með 10 aðrar hugmyndir til að orða þetta, ég er ekki að fara að nota neina þeirra, en það geta velt mér að stað, sko. Já, einmitt, þetta er eins konar ritstjóri kannski, þannig séð, sko, en Merkilegt, heyrðu Rúnar Helgi, ég ætla ekki að halda það lengur, þarna virkilega gaman að tala við þig, kæru hlustendur, þið ringluðu karlmenn og konur, þið getur lesið og keypt bók Rúnars Helga Vignissonar, Þú ringlaði karlmaður í bókaverslunum, býst ég við, frá og með deginum í gær, eða deginum í fyrradag. Deginum í gær, ég heyri alveg að bókin hefur á vissu marki þjóna hlutverki sína, því að hún hefur vakið upp heilmiklar hugsanir hjá þér og vangaveltur. Og ég segi, sko, þótt þess að ég er búin að hlusta þetta viðtal, þá myndi ég segja, sko, ég held að trikki sé að lesa bókinu, en þess að, sko, margt í þessu er líka mjög bara skemmtileg frásögn bókmenntir þarna, og það sem þú ert að setja inn í aðstæður, skrifa hluti með svolítið svona skapandi hætti og lifað inn í hluti, þannig að þetta er í raun og veru engan veginn tæmandi úttækt á þessari bók, þetta viðtal. Og kæra hlustendur, í bili, við sjáumst hér í næstu viku. Takk fyrir að koma, Rúnar. Takk fyrir mig. Og þið heima, Guð bless ykkur.